Já, góða kvöldið, kæru áhundur, við erum mættir hérna á Síminn Invitational. Það eru, áttalega úrslit sem hefast í kvöld. Við ætlum að lýsa hérna tveimur viðureignum. Ég heiti Ingvar Þór Jóhannesson, með mér er Hilmir Freyr Heimisson. Gaman að þú erum mætt kannski aðeins betur uppstrílaður. Já, veit nú ekki hvað orð þýðir en flottur. En hvað Nei, þetta var svona open throw. Þú flottir í dag í jakkanum. Ég ákvað að reppa ekki að gópen bara. Já, ég var ekki alveg viss með það sko, það er eins gott þú vart alltaf í þessum ból. Í bjarga með bólnum. Já, það var mætti bara í einhverju peysu sko, ég var ekki alveg viss með þetta en Já, ég tek jakkan næst, tek það á mig. Ég þarf að vera að krafa á jakka næst sko. Já, en herri, við fáum núna skemmtilega innvígi sem að Lengjan, einn af okkar styrktaraðunum, Lengjan, Síminn, Kollab og Ljósleðurinn eins og menn eru farnir að þekkja. Tvö jöfn innvígi, fyrst fáum við Alexander Dómaldsson Jónasson, Jón Kristinn Þorgeirsson, Lengjan segir 1,75 að báða. Jafnt innvígi, hvað segir þú? Já, sko, ég meina, ég myndi halda að Dómaldsson ætti að vera með aðeins minni stuðul. Hann er náttúrulega búinn að vera í landsliðinu núna í fyrra, 2005. Og já, ég myndi halda að hann sé að fara að taka þetta, en ekkert eitthvað léttilega. Ég var að pæla, þú veist, 3,5, 2,5 eða 4,3, eitthvað svoleiðis fyrir Dómaldsson. Já. Hvað með þig, Ingvar? Jón Kristinn tefla mér á netinu. Nákvæmlega. Ég er sammála, ég ætla að tippa á Alexander, en við veitum það að hann er kannski svolítið, getur verið tæpur á tíma oft. Ef hann er að passa tíma þá held ég að hann ætti að vinna einvígi, en Símon, ekki Símon, Jokko. Já, Jokko. Fáum hérna 2 bræðóttu Akureyringa í kvöld. Nákvæmlega. En Jokko, hann er tricky, góður á tímanum. Nákvæmlega. Ég er svolítið forriðan að sjá hvernig þessi skákið þróast. Já, sko, ef að Jón Kristinn er í góðri æfingu, þá veit maður aldrei hvaða skepna mun snúa sér að skákborðinu, sko. Þannig að þetta getur farið báða vegur, eins og ég segi. Ertu nokkuð með eitthvað tölu, Ingvar minn? Nei, mér finnst giskið þitt ágætt. Ekkert útpælt. En ég verður til í bara að fá að bráðabanna. Fá bara bráðabanna, 3-3 og... Já, og 4-3 fyrir úkraínsku, íslensku vélina. Snillingin sem að, finnur alltaf leiðir í erfiðu Dómaldsson. Já, hann er alveg ógeðslega, úrræðagóður, sko, þegar kemur að því og það er mjög svona, maður er alveg búinn að brjóta niður og síðan er það næra einhvern veginn að redda því í jafntefli og það er alveg, það er bara svona eins og þetta tala móti Vigni, sko, það er bara how can I beat this guy, sko, það er bara... Hann átti rauninni ekki að vera hérna eftir einvígi við Jóhann, það sem Jóhann teldi mjög vel. Já, nákvæmlega. Já, sýnir kannski hvað Alexander segur. Nákvæmlega. Þetta er fyrir einvígi okkar fyrr að hefjast að ég held og svo að segja einvígi Björn Þorfinnsson og Símon Þórðarsson. Komum betur að því þegar kemur á því. Já, þegar hann er dreifur. En já, Dómaldsson náttúrulega átti aldrei að vinna Jóhann Hjartarson á þennan daginn, það var algjört klúður. Enda mistum við haus þarna í enda. Já, við enda leiks. Gripum bara höfuð. Já, það var einhver fyndin klippað því eitthvað rámandi á netinu. En já, þá eru komnir á stað og... Jón Kristinn er með hvítt, við drófum hérna áðan, alltaf dreigið hvort byrja. Og Dómaldsson bara að leika, hvað, 1 B6, það er ekki smá virðingarlaust. Já og nei, hann hefur svolítið verið í þessu líka í kasskakum. Í kasskakum líka? Já, þetta er svona frakka. Já, og kannski stólar á það að Jón Kristinn vissi ekki kannski að Edrubbi D5 er rétti leikurinn, fylgdi upp með riddari C3 og eitthvað svona. Já, ok. Og sem er einhver teóri að það sem að hvítur á að standa betur en sem að leikur eitthvað H4 og eitthvað svona rugl. En ok, og bara biskup A6, mjög steiktur leikur. Ég myndi ekki leika þessu, biskupin á D3 og alltaf að tala vera betur en biskupin á B7, setur pressu á... Já, er ekki oft Svartus reynir sjálfur að leika jafnvel drann C8 og skiptið á þessu biskupin. Þannig að þetta strax sýnir að 1 B6 var bara flott og eins og séu A5 og drottning A6 og við fáum bara svona frakka... Drottning B5 kannski? Drottning B5 er alltaf hugmynd, sko, en... Reyna svona að stoppa upp í þetta. En það er að finna með Jón Kristinn að maður veit ekkert hvað hann að gera, sko, þú sér bara þetta, Ingvar. Já, ok. Drottning G5, slutt hrókun. En já, er þetta ekki bara orðið, hann náttúrulega leikur B6 fyrst, hann er ekki alveg frönskuverð, en þetta verður oft svona svipað struktúr og er þetta ekki bara orðið góðu frakki núna? Jú, en... G6 var það? Já, ég veit ekki. Ætla maður ekki að hræddur stutthrókun drottning H4 og okkar riddari G5 sprikl?
Já, að þeim getur ekki H6 kannski út af fórnum Já, einhverjum fórnum setna meir og slíkt. En við sjáum að svona dæmigert fyrir Jón Kristinn að halda á drottningum inn á borðinu og eins og ég segi, það mjög erfitt ég vil aldrei geta giska á hvað Jón Kristinn að fara að gera. Hann leikur alltaf einhverju leik sem að mér dettur aldrei í hug. Já. Svo drottning D2, ég meina, hvað maður gerir svona. Já, samanlega þetta var. Já, þú veist. Sérstaklega leikur, en hann vill halda drottningum inn eins og það sagðir og Svartur kannski aðeins búin að veikja kóngsvængin sem ég hefði ekki viljað gera, en svo sem allilega hann getur bara leikið hásistróluhetum og bakka jafnvel með biskupun F8 ef hann þarf. En hann er samt að íta þessum peðum fyrir fram á kóngi sinn, fyrir fram á kóngi sinn ef það er að segja hann stutturókurar. Þannig að pælingin var, ætla hann bara að geima kóngin á E8 og segja það sé bara lægi eða? Bíl allavega. Minna, hann er ekki að fara stutturókurar á næstunni með því að leika H6 og G6 sko. Nei, hann þyrfti að leika þá biskup F8 hann gerir það ekki, hann fer áfram G5 en hann þarf að hafa kónginu miðborðinu allavega sig. Ég menn, hann er ekki að fara langt það lukkar riddari B5 er náttúrulega alveg feldur og hann að Já, ég skal ekki segja Ég veit ekki, mér líst það ekkert endilega svo vel á þetta eins og við gerðum í byrjun sko. Þú eru svolítið að teygja sig Já Gætið samt kannski íhugað að byrjar að hugsa líka. Já, Rókur C8, ok. Já. Þetta er BFM svo sem hótar engu, en Já, Rókur C8 ákveðin. Hann ákveður að reyna Prophylaxis. Nánu strax í burtu, þetta er A7. Meikar fullkomið sens. En spurningin, sko, var Dómálsson búinn að reikna hvort að riddari D6 sé að brjóta á svörtureitina? Aha. Teki og hvað, þarf að leika B5 örugglega. Var það ekki hugmyndin? Jú, hann leikur, já, þetta er mjög jokkalega leikur, þú var sljóttur hann þarf að leika B5 og það ég hóta að leika riddari E5 og F4, það myndi brjóta alla svörtureitina sko, og fá alveg svakalegt spil á svarta kóngin sko. Og leikur B5 Rókur C6 var líklega á hægfara. Já, þarf að leika B5 líka út að riddarna A7 er náttúrulega kanti. Þannig að núna þurfum við eitthvað hraða hjá hvítum, kannski hann fórna bara pefinu, leikur riddari E5, dróndri D6 og samt F4. Hugmynd. Já, ég sammála því. Ég meina það er í anda stöðunar, ég meina P og D6 var hvað sem er að fara að ljúka af borðinu. Þannig. Já, og getum við ekki sagt að þannig að þinn stíl svona er meira í anda stíls Jóns Kristins og minn stíl kannski meira já, Sassa, ég veit það ekki. Það er fínt, þá skal ég bara lýsa þessum hvítuleikjum og húlbeik. Og ég lýsi svörtum. Já, svartur er mikla ágjur, hvítur, Hilmir ætlar að opna stöðuna með F4. Nákvæmlega, ég er náttúrulega mjög reynslu mikið í peðafórnum. Já, ég sammála því. Svo sem þekktu fyrir það á þessu landi, eitthvað svoleiðis. Nefnir skagmaður. Nákvæmlega, og F4 væntanlega. Hlýtur að hafa verið þingað. Núna veit ég hvað Jón Kristinn er að hugsa, loksins. Bítu. Nei. Það er komin einhver skilningur hjá mér og Jóni mínum. Repur F4, ok. Ætlar hann að leika eftir dróndur F4, leika bara F5 og loka búðinni. Rittar ekki komið F6, það er samt veikt. Það er alveg hægt að taka með hrók, sko. Ok. Líka undirbýr þá að hrókur A1 flýgur á F1, sko. Tekur á E5, vantar að taka með peði, dróndur verður að valda rittaran. Dróning C5 en við förum í eitthvað endartabla eða hvað. Dróning C5 og ég leik A3 B5 kannski. Aha. Út af því að ég vill sem sagt ekki leyfa honum að taka mér hrók á Ok, hann fer í þetta svona. Spurning hvort þetta sé nógu gott. Við sjáum að hvað er mikilvægt að vita í þessu endartabli er náttúrulega Svartur er peði yfir eins og er. Já, ok, hann vildi ekki drapa A7 og fer í hróksendartabli. Vill gera þetta frekar svona. Já, ef hann tekur á B5 þá hróktur bara A5 og borðið veikt. Borðið veikt. Þetta peð. Þetta er bara vesen. Og B6 bara koma og peðið valda. Sasha er í vandræðum B6 og hóttun. Hann getur ekki tekið á B5. Sjáum líka tíman, ég spái 1-0 hér. Ingvar, thoughts? Já, mér sýnist það. Tíminn komið niður líka hjá Riddardur B5 tapar bara Hvernig ætlar hann að leysa þetta? Okay. Hlýtur en D4 Hlýtur að þurfa að D4 En byrjuðu bara biskup D2 Það er ekkert að frétta Þetta er allavega skipt um svort í vestafalli Það er ekki mát Hrókudur B5, D2 E3 Hrókur B8 skák Ég tek hrókin Og hrókur C er ekkert mát sko, Það er hrókur F1 Þetta var það sem hann mist af Já, hann var bara í vandræðum Ég held að hann hafa ekki Eða hvað, E2 og kongur F2 Þetta er bara búið Hann átti enga lausn, Hilmir held ég. Nei. Svo sem. En já, leikur þarna, smá tricks í stöðunni. Ef ég ætla að leika hrókur E4 núna, þá er allt inn í mát. Já.
Ertu að kalla þetta tryggjusta? Leikur bara hrókur F1 spakur og hrókur hási á leiðinni og þetta bara hrók yfir og Dómaldsson veit þetta alveg. Hann hefði getað drepa á F7 þegar kóngurinn hefði ekki getað hafið valda og hróktum á F8 á það hefði verið mát. En ok, breytið engu máli, svo sem. Og 1-0. Já, 1-0. Kannski smá óvænt. Já, þessi B6 byrjun, hún virtist heppnast framan af, en svo svona... Já, en fór að tegja svo langt, þú getur ekki, hún voru að fá eitthvað skjól fyrir kóngin, sko. Já. Þannig að, fáum upp eitthvað svona systemskák. Já, fyllidorinn. Og kallan fara alltaf sem við reyti, B6, A6, biskup B7 og séðan svartur bara að chilla og sjá hvað hvítur gerir. Það er ekki fylgð, þetta er svona Old Indian. Hérna, hvað leik hann í fyrsta leik? Manstu það? Hann leik Leik hann E4? Já, þú fylgist með það ég. Þetta var svona D6, F6, riddari B7. Já, ég held fyrst að vera fylgdur, en hann er búin að leika C4 líka. Já, nákvæmlega, þannig að fáum upp og Indian. Veist, eins og ég segi, ég held að Jón Kristinn myndi bara fara í gamla plani en hann er bara með 3-10 á klukkun og riddar F8 á borði og hérna kemur það C5 sem er hefðbundin svona hefðbundin breyk á peðastöðunni út af því að ef ég tek peð á D4 þá tek ég peð á D6 og ef ég tek peð á C5 þá tek ég peð á E5 þannig að sjáum að basically ég drep alltaf öfuga peð en býta aðeins peðast að vera svona Nei, ef ég tíma til að skjóta riddari B5 hérna, er það mikið? Kannski eitthvað taktík þar. Það er alltaf einfaldast að leika bara riddari D4 en það er samt onni á E4. Vestaf hætti að leika dróndir upp D4 til að valda allt, en hann er að rekna riddari B5 með það ekki, Hilmir? Jú, en það er ekki bara flotta. Ég er spáðið hvort það sé. Einhver fórnafræði þannig. Jú. Líka spurningi hvort ég sé með mækina þess að nálagt, sko. Svona. Riddari B5 gerir það, ok, og ætla að fara í eitthvað dýnamík þá, út af því að peð á E4 mun eitthvað glatast. Já. Alltaf hvernig ég horfa á það. Ef ég verið að tefla ganniskák, þá myndi ég bara drepa E3, drepa F2, drepa C7 og svona í E4 og bara hafa gaman. Það er reyndar alveg mjög aðeinsvert, en ok. Það er svo mikið yfir, samanlega það. Já, en ef það væri eitthvað maður sem myndi gera það, þá væri að... Já, það var svona, Jokko er svolítið prakkari. Já, en byrju... En er hann kannski ómikið prakkari núna? Byrju, þetta ekki bara... Dróningi eitthvað tekið F6, tekið á E3, þá getum við vantarlega tekið á... En núna tekur hann hvað? E7... Hann lítur að taka bara með biskup og D4 núna. Við leik bara biskup G5. Það er enda stór hættulegt. Og H6... Er það kallið hafið? Það er H6, neða, þetta veikjar svolítið mikið. H6 biskup H4 og svo tekið F6. G5. Já, ég meina... Biskup G5 lítur leikurinn. Já, biskup G5 lúkka bara eins og hvítir sem er yfirbara stöðu út af því að kongur svartsmun þurfa að veikjast allt og mikið eða hann tapar kalli og hann getur ekki tapar kallinum þannig að hann þarf að leika H6. Ég meina, það er ekkert annað stöðunni. Eða hvað, drottning E7? Nei, hann leikir bara hrókur E1. Já. Gerir ekki neitt. Það gerir ekki neitt samanlega. H6 lítur út fyrir að þvingaða leikur. Já. Og þá er bara spurning hvernig Dómaldsson mun eyðileggja peðastu svarta kongsins. Hann þarf að gera rétt en... Er ekki bara að taka F6 og G7 og svo D4 og segja bara ég er með struktúrinn og... Bara biskup H4 lítur að vera bestur hér. Er það? Okkur ekki. Okkur er alltaf að taka F6. Þú tekur G5, ég tekur G7. Kongudröfur. Og hann var nýja D4 og... Já, en ég meina þú veist, þá er það með P á G5 og P á S7. Jú. Eftir biskup H4 og G5, Edibra F, G-dröfur H4, þá er Jú, það er ógislega öll P-in farin og G-P farin og G-P er náttúrulega mikilvægt fyrir kongin því að hann... P-ið verður H4 en G5. Nákvæmlega, hann að biskup H4 finnur út úr þessu. Frekar hægur að gera þetta. Að mínum mati, en ok. Enn og aftur, þar að leika G5. Getur ekki bara tekið á sig kalli undir fyrir 1P, það er bara ekki nóg. Skítabað, þannig að G5 leiki vantarlega og þá er spurningin riddardröfur G5 eða Edibra F6, Ingvar. Já. Og hann að gáða því að riddardröfur G5 getur kannski... Það could backfire sko, af því að ég held að þú endar á riddara H7 að taka F6 og hérna
drottningi valda DP, þú fær eitthvað smá tíma. Já, eða riddarinn með G5. Svartur hafa alveg dýnum þar, sko. Nei, ég held þú tapar bara skákinni, sko. Ég segi F, biskup G3. Ok, nú vil ég aftur fá take-back og taka bara F6 strax á það, sko. Það sko, riddarinn með G5 hefði ekki virkað og ég á riddari 8 til H7 í endan og það hengur á E5. Já. Ó, clever. En alltaf, biskup H2 og hann vil tefla þetta svona sem aðeinsverð, segir basically að P þarna á D4 sé að fara að hanga eða hvað. Dómarsjúk væntanlega búinn að reikna að eftir C5 hafði komið biskup D3 og C-P hefði hangið. Ok, riddarinn með D4. Já, hvítur klárlega með betra tafl, svartur búinn að vekja kónginn, hvítur hefur biskupaparið. Sjáum líka... Við sjáum tíman enn og aftur. Tíman enn og aftur, já. Þetta svona sem að Jón Kristinn, þú veist mér að þú nefndir þetta á hann. Já. Tíminn hjá Jóni er mjög góður. Við nefndum að það sem svona lykilpunkt hjá Sasha að passa tíman í þessu einvígi. F3 og drottning B6, krókamöndi bræðið sem þið kalla það. Já. Og... Ef hann tekur á E4 þá ætlar hann að leika hrókur, já hann er bæði riddar S6 og hrókur D8, vinnur hann riddar á D4. Já, hrókur á D8 er örugglega meira lógíst að koma hrókurum á A-línunni í spilið og... Þetta er vesen. Dómarsjúk byrjar að reikna mjög mikið. Hann tekur samt. Og hvað, hrókur C4, það gerir ekki neitt, þá kemur riddar S6, bæti við pressa á D4, kóngur H1 leikinn og hann er alltaf bara í endatablið. Nei, sleppir því og... Ok, þetta var stunga sem að hjálpaði Jokko svolítið, en þetta er nú ennþá alveg bara dýnamist og hvítur hefur parið og var að taka hann P og B7. Tekur þetta P, já. Og... En tíminn er eiginlega... Kannski lykillinn núna, það ekki? Hrókur B8 aðtilsverður. Nei, út af dálítið við C6, mátti ekki taka B2 að hengur á E8. Jú. Þannig að... Jokko reyna að finna ykkur að trikkileiki hérna með tíminn að Sasha. E3 eða eitthvað svona. Það veit ekki. Öruleiki. Kannski bara C4. Riddar F4, já. Ok. Hann tekur on the spot. Og drottning E3 myndi setja 3 kalla í einu og þeir myndu allir... Sasha verður að finna... Sjá líka tíman, hann er að leika með 0,9 sekundur á klukkunni. Já. Þetta er óþægilegt. Það er allt í hafi og biskup E4 er... Nei, hrókur D2. Já, teljum bara aðeins. Hvítur er peði yfir. En eftir drottning B2 myndi Jón Kristinn jafna peði tilbaka. Og við sjáum að peðastaðan hjá báðum er bara í rugli. Hrókur C2. Aldar þetta svona. H4 veikir svolítið kónginn. Það er ekki þetta steikt. Okkur er líka ekki drottning E7 núna. Hvað, ég skil ekki. Okay, Geri það. H5. Skáka H4. Kóngur G1. Sasha er í vesinu með tíman. Það er morgunljóst. Okkur má hann drepa H5 með það? Það fyrir H7. Bakka bara. Ok. Þá hungum við þessu peði yfir en svona dýnamikinn helst í stöðunni sem er það sem Jokko vill. Teki og hvað? Og fyrir tilbaka. Hrókur D1 er svona tímarasleikurinn, reyna að einfalda tablið en ekkert endilega best. Það fyrir tilbaka. Drottning C3 kannski? Já. Tekur, hvað er hann taka með biskup eða? Þá kemur skák og... Og hann á drottning G3 og stórættilur. Það er hún eða drottningin! Hvað er maður að gera? Hann átti náttúrulega bara... Þetta er það sem gerist þegar þú er búin að vera... Hann gæti leikið drottning C3 og tapar ekki endtablinu, sko. Nei, nákvæmlega. Hann er ekkert að skipta på drottningin með skák. Kóng G7 er sennilega ekki nógu... Tíminn bara... Nákvæmur. Að taka hann aftur. Já. Smá bakaböfu. Það er svona að þið voru búin að vera með 3 sekundur á klukkunni í 20 leiki. Já, bara, þú veist. Það er bara svona. Kemur oft bara einn leikur og við sáum að hann lék bara of hratt biskup F3. Bara mistaði að drottningin var onni á C2 og það bara drottningi hafið og... Já, en... 2-0. Já, 2-0 nýskák, E4, C5, sikkilegur. Og við minnum áhörundur að sjálfsögða að það er upp í 3,5. Fyrst er upp í 3,5 vinnur, þannig að... Já, þetta er svo kallar best of 6. Nákvæmlega. Og fáum upp mjög aðeinsverða stöðu. Það sem að hvítur með fullt af kvöldum úti, en... Já, svartur tökur mikið rými með peðunum og drottningavæng, en svolítið eftir að liðskipan. Biskup E2, allar með biskupinu F3 og pressa bara strax á þetta D5 peð. Ég held að það lúka mjög vel og sjáum svona, já, svona hugmyndaríkur á Jón Kristinn. Já. Fljótur að finna út úr í hvað kallan eiga heima oft og leikur núna A4 sem að ég er endar ekki alveg
kannski sammála en Mér finnst Svartur vera, hann að laga liðskiparina og hvítur allt í hennu með smá klunnalega liðskipan. Já, en ok, hann færi rittarinn á E2 og... Já, vantilega rittar F4 kannski, H4, hann alltaf í þessum, oft þetta að tippa á hvað hann ætlar að og brosti bara. Já, ætlar hann að leika rittari H4 þá, fyrst hann leika, já. Nákvæmlega. Hann hefur gaman að þessu, vill fara til G5. Það var rittarinn mest aktívan og reyna að setja hinn rittarinn á F4 til að fá tvöfaldar pressu á E6. Ok. Erum við að eyða tíma í H6, það er kannski full væmið. Já, þá er spurning sko. Já, þá er bara rittari H4. En þá getur hann kannski, já ok. Biskup G4. Það er slepp að útskýra fyrst að Biskup G4 er komin á borðið. Já. En hann vildi kannski leika einhverjum G4, G5 seinna sko. Með P H6. Já. Krókurinn gamli, eins og hann endur í daginn. Nákvæmlega. Ég held að Jón Kristinn mér bara að leyfa Drabo á F3 sko. Honum alveg saman mér. Hafa konginn þá, nei, sleppur því. Ég segi svona, og Biskup F4, ok, einfalda tabli. En þá er spurningin hvort að rými Svart og Drottningvæng mun telja eitthvað að setna meir. Þannig að hann er með álega bullandi rými. Stuttrókara bara og það er líka onni á H4 kannski. Já, einhverjum stöðum. Ekki eins og En hvítur þarf að fara að huga kongnum. Man tekur á D6. Já, eins gott hann stuttrókara ekki hérna. Nei, það er mátt sér einleg. Það er mátt Drottning H2. En hvað ætlar hann að hafa konginn? Já, allar eru ekki á Drottningvæng. Nei, spurningin er Stukka við rittarunum og vill, hann þarf að fara stutt. Ég ætla að þessi rittar er sterkur. Get ég veikt mig aðeins með F5 bara til að halda honum? Svariði já, allavega hjá þessa. F3 er leikur. Já, og já, engan. Get ég leikið þar? Þessi full mikið. H6 þá. Spáði hrókur A, E8, eftir upp í G4, G3 skák. Nei, það gengur ekki upp. Ok. Já, þó, geta alveg gengið upp. Já. Það er onni á D4 líka. Aðeinsvert. En ok. Jú, það hefði verið... Jú, hrókur A8 að teki breytur þetta upp í D4. Já, það hefði verið stórhættur. Já. En ok, heldur kallum hann að borði. Sjáum að enn og aftur og kemst ekki stutt. Þetta er óþægilegt. Þetta er óþægilegt. Ef hann leikur Drottning F3 til að tengja Drottning E2. Hrókur A8. Þá er allir rittar þetta upp í D4. Já, þetta er B4 líka. Men hrókur A8 er að koma. Hvítur er bara í stórkostlega vandræðum. F3, ég segi bara mér alveg saman það og leik hrókur A8 samt. Hann tók sér svona aðeins svo mikið skaldalegu með liðskipunan. Nei, það er hann á D4. Já, það er hann á D5. Ég var búinn að nefna þetta. Hann á D5 þá, kannski. Já, reynda með skák, já, ok. Skott maður sé vakandi. Takk fyrir þetta, Ingvar. Ok, hann að þá spurning, hvað leikur hann bara kongur H8? En þá kannski næja að fara stutt. Clever. Já. Þetta var rétt svo hengur á þræði. Já, ok. Þetta er Drottning D6. Ég stoppa stuttarhrókun og ætla að leika hrókur. Já, en Drottning D6, Drottning F4 er sama staðan. Ok, en Drottning E6 þá. Já. Og þá átti ekki lengur Drottning F3. En þá kannski rittari G5. Já. En það er alltaf eitthvað... Hrókur á móti bræði. Já, alltaf einhverja bygglur í öllum variantum. Og já, ok, tíminn er ekki jafn slæmur og venjulega hjá Sasha. En hann er samt með verið tíma. Það þarf að finna ykkur góðan leik núna, held ég. Er þetta að segja, sko? Hann missir aðeins frumkvæði. Ef hann leikur eins og hrókur D8 til að valda peðið, þá kannski hrókar jokk á stutt og svona sleppur aðeins við að vesta. Ég held að þú leikur bara hrókur A, E8. Drottning D5 er bara kókur H8 og ég er bara hóta mati. Það leikur Drottning E4. Það fer í svona... Ok, menna. Positional approach. Já, en kannski... Alveg í stíl hans. Alexander. Já, þetta var í lagi, þetta ekki. Allt onni á H4 og stuttrókar. En ok, hann leikur Drottning E4 og segir, ég hef með mér rými og tekur. Rittari G5, en ok. Hjekk ekki á C2. Mögulega. Eða var það enn og aftur onni á D5, ég veit ekki. En byrju, okkur tók hann með peði núna í endatablinu. Þetta er góð spurning. Það er ekki það sem ég myndi kalla dýnamík. Hann er ekki bara að máta líkur, sko. Ég var meira að hugsa, getur bara F3 með drottningar á borðið, nota gilinu, sko. Já. Eitthvað svoleiðis.
Þetta, núna sjáum við bara endatablið og þú veist, ég geta meiri sér leikið B3 og sagt bara, þú veist, ok. Ég stopp maður hér. Svartur að leik riddara H5, stoppar riddara F4. Á prófélagsins. Já. H6 líka setur bara riddaran eitthvað heim, sko. Það fer á A5. Já. Vill sækja hana B3 ridd. Nákvæmlega. Ég meina, þú veist, svartur bara með yfirbyrðastöðu hér. Ég meina, ég sé enga veikleika þannig sé. Leikur setur við B4 og hvað, hrókur að B8. Þarf að fara að passa sig aftur á klukkunni, ekki fara að lenda í sama vesen áðan. Já. En þessi staða lúkka mjög vel. Eins og ég sagði, þetta rými skiptir rosalega miklu máli. Já, hún lítur vel út þessi staða. Leið og B2P fellur, þá allt í einu C4P og bara komið mjög langt. Og hrókur B6 kom G2. Já, þessi struktúr klárlega svörtum í á dronningavæng. En riddarinn á B3 og smá fyrir, sant, sko. Leikur H6 núna og núna riddara A5 öruglega. Er það ekki rétt? Já, riddara samt, jú. Hann þarf að hrókur D2 lítur að leikurinn. Hann þarf að spila á, hennar veikleika á B2. Fer hann í counterinn riddara F4. Það á seint. Leikur hrókur D2 og hrókur B8 vantilega. Og ætla hann að leika bara hrókur B1 og segja hvað er... Where's the pressure? Já. Hrókur B1 og svo bara riddara F4. Beint riddara F4 á Jokko að meira svona counter. Hann er counterplayer. Sjáum tíman samt. 5 sekundur. Já, og Sasha þarf að passa sig að staðan einfaldist ekki of mikið. Hrókur D2 lúka vel. Skák tapar þessi peði, en kongur F6 sennilega ætti að virka. Þetta ná ekki mikið að reytum. Og við sjáum bara... Þetta peður á stórhættilegt, þetta B3. Og hvítur peði yfir á Kongsvæng, en það er nú bara eitthvað ekstra peði á F3. Riddari B skák var hótun, hann sá það. Væntanlega, og riddari B3 skák þarna. Byrjar að sprikla og sjáum að... Er þetta að díla við hann? Hann er góður í spriklinu. Hann er góður í spriklinu. Er þetta að díla við hann? Hann er að leika mjög hratt líka. Skáka D6. Skáka þarna. Hann tekur á G7, vá, tekið á H4. Kongur E5. Ég held að þetta snýrist alltaf um þetta C-peð. Þeir eru bara að plokka ykkur peð. Já, en minna sjá núna C-peð. Þetta er D6, passa F1 skákina. Hann er alltaf ekki leika. Kongur D3 hefði líka verið flottur. Já. Svo kallað boatwinning formation á riddarann. En nú er þetta spurning, sko. Passa sér aftur. Já, kongur D3 vantanlega, já. Kongur D3. Hann getur farið í einhverju stöðum hreinlega bara fornáta peð. Já, en... Er það unnið ennþá? Já, ekki vera svo viss. Þá kannski hefði ég bara fornað öllu og reynda að ná H-peðinu og hefði verið jafntefli með riddaraborði. Kongur E2, skák, kongur D1, eða kongur F1. Er alveg að fara með Sasha hérna. Er hann að reyna að máta hann kongur G, riddara F en eitthvað slikt? Nei. Kongur E3, eða? En og okkur drast ekki bara og hefði farið í HP, það hefði verið fengið teórískt jafntefli. Þetta er alveg... Þetta hangir að blóðþræði, það er erfitt að... Hvað er í gangi hérna? Jésús! Dómar svo klær bara, og er honi að sé þrjú líka. Hrókur í hafi. 3-0! Það vildi fá smá spenni í þetta, en nú er þetta alveg... Hann þarf að vinna hann þarf að vinna 3 í röð. Hann bara að vinna rest, sko. Já. Og menn vildu telja að hérna... Já, þetta var nú metið í jantinu, en við vorum báðir á spáðum Sasha svona betra gengi hérna, en... Já. En ég menna, menn voru að telja það að þetta hefði verið bara, hérna... Út af stuðlinn var svo góður á Dónaldsúk að ég held að fullt af fólki bettuði á dómað, sko, í kvöld. En já, 3-0 hérna, í hálfleik, svo að segja, og við ætlum að fara í stöttar auglýsingar og komum aftur á vörmuspori. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt.
Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpra. Missir. Útilega. Viltu fara? Þessi útilega þetta fara því algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Ég svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Jæja, velkomin aftur til leiks. Jokko, Jón Kristinn Þorgeirsson, ljóslegar hraður úr blokkunum, 3-0. Já, nokkuð óvænt. Dómarsson reyndar búin að leika sig bara 2 þungum köllum í hafi, 2 skákir í röð og... Það ekki alveg tengdur. Já, það eitthvað skvætta köldu vatni á andliti eða finna út úr þessu, en ég var til að sjá comeback. Já, við erum að fara í ljóslegar skákina, svo kölluðu. Nákvæmlega, og 3-0, ég meina, bara einhver þráskák, eitthvað leiðilegt endatafl og þetta er bara búið. Þetta er erfið staða og Jokko bara verið staðans betur tengdur. Já, og líka það er ógeðslega óþægilegt og finnst mér að vera í svona skákum það sem maður þarf að vinna út af því að einfallega þá teflur kannski öðruvísi og fattar að þú sér eitthvað og þetta reikna og sér eitthvað línur og fattar þessi lína jafntefli, byrjar að panika smá. Já, en við erum komin á stað og það er bara London. Level D4, hann Sasha, við fáum Katalan. Æja, ok, ég ætla að segja að 10-åringurinn Dómaldsúk, hann komið tilbaka í þessari skák allavega. Já. Hann er góður í Katalan. Hann er ágættur þar, ekki af góður og Vignir. Nei, en já, Jokko, hans sterkasta hlið er kannski ekki svona teóría. Nei, hann strax, þetta er bara mainline og hann strax byrjar að líti upp til vegg, sko, hann veit ekki neitt.
D3 C4 riddari E5. Já, ég telti við hann í deildakefninni fyrir nokkur árum einmitt og í Katala. Fekk ég bara stöðu en svo sprekla hann. Þessi lína hér hans betur á hvít. Þetta hegja hérna oft fara menn í D3 C4 línuna með riddarinn á C3 og kóngin á E1. Já. Og það þú skiptir upp á drottningum þá getur ekki tekið með hrók nefnilega. Það er að taka með riddara eða kóng sem að Já, hafið tengi hvort að segja en takk fyrir það. Flottur. Þarna drottning A5 á borðinu og hérna já. Ég held að hvítur sem betra því að hann með hvítt og ekki búin að gera neitt heimst. Já. Það ekki alveg svo einfalt. Jú. En er það að segja að svartis búin að gera eitthvað ránt? Alls ekki. Já, þá er bara stað jæfnbli. Segja þér. Up for debate. Segjum 0,2 hvítan. Já, flottur. Endum þá pælingu. Ok, drepi á C4 ekki? Það er spurningin og segja bara já, tekja á C4 og C5 og segja ok, stendur hann ekki illa á C5, ég er ekki viss að gera það. Ég með þetta pæla biskup E3, aðeinsverður. Já. Og drepa á C4 núna og með einhvern afleggum eða hvað. Biskup C5, riddarinn C4, dróin C7, biskup F4, jú, lúkar óþægilegt. Lúkar betur á hvít, svona hefðbundin kallanan stað, það sem að biskupinn á G2 syngur yfir allan diagonalinn og allarlega yfir á B7. Það lítur aðeins betur á hvítan, í okkar reynir okkur get ég ekki drepið á C4, Ingvar. Þú getur það bara mjög líklega, af því að ef þú tekur á D1 og tekið á A5 og er komið tölvöra pressu og peði yfir. Já, og líka bara B7 peði fellur. Já. Þannig að þetta er bara afleikur. Já, eina spurningi væri ef að drottningin getur sett á riddarann og hvíta drottningin getur ekki valda, en hún getur það nokkuð auðvitað. Getur það, drottning C2 eða drottning B3 meira segja bara að segja. Já. Og þetta var bara mistök. Þetta eru mistök, þannig að... Og ég get ekki séð að hann mun meira segja að ströggla mjög mikið að vinna peði tilbaka og við vitum í skáka og fórna peði þá har þetta að vera með einhverja bætur. Og ef að peðið er hreint þá oft er bara staðan með den unnin. Þannig að... Hann hörfar á C7. En vissulega sjáum við ekki nógu mikið í dag en út af því að drottning C7 kannski vinnur peðið tilbaka. Já, er það spurningin bara að leika riddarinn D6 og taka parið? Kannski. En þá samt komast kallinu út allavega. Sjáum að Dómarsúk líka búinn að kaupa nýtt úr. Já. Mjög flott, spurning hvar hann keypti þetta. En ok, í vestafalli drottning C2 og út með kallana. Og riddar A6, ok. Biskup A4, riddar C3, svo framvegis. Hann ætlar að, reyna að taka á C5. Það snýst allt getur svartur unnið að peða tilbaka og komið köllunum út. Og þetta var það sem kallan oft snýst riddar D5. Lúka vel. Já, hvíti vil náttúrulega alls ekki gefa hann hvítrindabiskup. Já, það var eiginlega glæpur. Það var glæpur, þannig að spurningin er hvað gerir hann við svartrændabiskupinn. Já, en þarf hann að færa hann? Út af því að riddari E3 er oft leikur. Já. Peði D4. Áttan hann er búin að leika biskup A4 í einhvern stöðum. Já, kannski, en ég veit ekki hvernig hann átt að gera það, sko. Nei, drottning C5 var alltaf svarið, náttúrulega. Já, en hvað er riddari DB4? Er það eitthvað leikur það? Þess að riddarinn á D-línunni. Manngangur. Það með hinriddarann. Það með hinriddarann, já. Og, þú veist, ef að Dómarsúk tekur einhverja, 20 sekundar umhugsun aftur, þá bara missi ég við því, sko. Þú veist, hann er bara búin að tapa allt á þetta, hann er með 3 sekundar á klukkunni og er að leika þessi drottningu eða eitthvað, sko. Nú fer hann aftur á E3. Það er eitthvað dans í gangi. Já, en nú ætlar hann að taka með drottningu ef hann tekur, eða hvað? Eða með riddara og valda C5 með hróknum. Já. Tekur alltaf ekki með peði. Getum orðað henni. Já. Hvað er þetta bara orðlaus, eða? Já, þeir eru bara hugsastrákanir. Já, nei, ég meina, eigum við ekki verið að segja eitthvað. Herri, riddari BA3. Og... Til gott lag með Áskeri, heitir hann ekki Áskeri, sem heitir Dýrð í döðaþögn. Hann má ekki vanmeta þögnina. Já, ok. Riddari B til A3. Ég meina, er ekki hvítur að halda í þetta peði? Ég sé ekki betur. Jú, og nú tekur hann D5 alltaf bara leika riddari B6. A6 á svolítið veiking. Já, og tekur á D5 og tekur á E7 og...
Hangir á peðinu? Já, og síðan leikur hann alltaf F3 og núna 2 peðum yfir og þetta er bara búið. Nei, ég segi svona. Hvað spreklið þetta? D5, og hvað, biskup F4 vinnur drottninguna? Riddari E5. Og hvað, og riddari AC4 og sjáum að Dómulsvögn er að fara að klóra í bakkar og komast á blað sem að gefur hann... Ekki hleypa honum á blað, þetta er búið. Úff, og núna riddari D5. Þarna, já, núna fellur allt. Fellur húsið. Gefur væntanlega... Ljósleiðaraskákin datt hjá Alexander Dómulsvögn. Já. Ljósleiðaraskákin er sjálfsögði bóði ljósleiðarans, við erum hérna líka bóði Collab, Símans og Lengjunar og Jokka fer núna í enska leikin. Já, og við sáum 2 riddar F3 gefur kost á E4 sem er besti leikurinn en Dómulsvögn sagði bara ég nenni því ekki og það er bara riddari C6 væntanlega út af hann var ekki undirbúinn í þá línu en Finnur 5 any case, eins og við sjáum Dómulsvögn þarf að velja eitthvað svona system sem er aggressív. Já. Enn og aftur, við minnum á að hann þarf að vinna skák. Það er, og jafntefli dugur heldur ekki. Og þessi lína hef ég séð áður, mjög athyglisvert, D5 og já, ég er bara að séð þetta, en ég hef ekki séð lengur en þetta, ég veit ekki það. Þannig að, út að ég leik alltaf riddari G5 með hvít. Já. Sem held í aðalínan, það er ekki rétt af mér. Jú, D5 já. Þessi leikur athyglisverður, eins og ég er bara að sé hennar leik, en ég hef ekki skoðað neitt lengra. Og ég held að Dómulsvögn hefur heldur ekki sé hennar leik. Og þetta er svona málum í Jóngurstin, að hann úðar út í eitthvað svona leikjum og er bara, já, ég teppi þetta bara. Það er ekki, þú veist. En hvernig er þetta ef ég tek bara F3 til þeimis? Já, góð spurning. Og D-drip C6 vantilega. Já. Tekur kallið tilbaka. Og þá getur drip á G2 og ég þarf að skjóta inn sennilega C-drip D7 skák. Já, spurning hvernig það er. Það getur sagt að tekja með drottningur og sagt bara að þú tekur alltaf langkorka. Hann tekur með DP, interesting. Er það best? Ég er ekkert þessum það, en það komur á vart allavega. Og E-dripur, er það já, en ok, fáum allir upp alveg fárlega að fyndi þetta þannig að staðan er eiginlega symmetrísk nema riddarinn á C3 riddar F6 og P á C6 P F3. Aðeinsvert. Svolítið spes. Smá svona speklun, en hérna, við sjáum núna hrókurinn á A8 er smá, hérna... Já, út á leiknum. Þeir eru svolítið að brjóta regluna og eigir að drepa... Já, og mér líst bara ekkert á það. Fyrir svart. Nei. Menna, Katan er flæðað út hjá hvítum. Já, hvítur er komið með menn og reyti. Hrókur E8, það hefði drepað á E6 og tekið F5 og það hefði bara í tjaldi. Þannig að eins gott að Dómulsvögn hefði ekki fallið í það, þá bara... Þannig hefði bara þurft að hringi í hann, eiginlega. Bara stöðningsfulltrúi. Já, bara... Tjekka á honum, en ég meina, þú veist, hrókur E5, má það eða? Það er manngangurinn? Nei, það er spesið D6, hrókur bara F5, ég er bara ekki að pæla. Má það dörglega ekki. Ok. En ég meina, þú veist, þetta lúkar svo... Það lúkar svo ömulegt á svart. Ekki vel úti, já. Má ég fara á, taka F2 og reyna að fara með biskupinn? Og hrókur E7 og... Já, þetta er, ús. Og hann er bara hrókindir, þú veist. Þetta er bara... það sem ég var að segja nefndum mínum daginn að þú getur ekki bara farið í stríð og verið bara hrókindir, skilur þú? Biskup D2 er hann ekki aðeins að hjálpa hann með þessi biskup fannst með til vandræða? Hann hefði bara getið leikið hrókur E2 og hóta A3. Já, örgulega. Biskupin vandræða þurfti að fara F8 og þá var svartan mjög. En samt, hann vill bara skipta upp á biskupinum út af því að þá fær hann leinireit á E7 og kemur hróknum á 7. Jú. Það er svo sem ekki leinirreitur. Það er alveg kæft að þið. En, já, eins og núna til dæmis, A3, það er onni á A4, ok, Ok, já, það er smá tvist, reyndar. Ok, hann ætlar sem sagt að Biskup B4, hristi hausinn. Já, stopp maður sér, ekki bara einfaldast að leika riddari C3, ok. Það er onni með skák þarna og bara Ég hefði haldið B3, riddari C3 hefur einfaldast og segja bara annarkvort gefur mér parið eða ert með ömurlegan biskup. En peðastak hvítsmun eðalikast, en eins og henn og aftur, hann er bara hrókundir. Og þessi hrókur hraðar vega á D8 núna, og þessi hrókur á A8. Já. Svona teflum maður ekki. Hefur hann tíma til að leika A5 og laga hann hrók, þá er hrókurinn komin inn á E7 og svo framvegis? Ég drepa á G7, hvað meinar þú? Ús. Og hann mista þessu líka og hristir hausinn. Já,
Ok, hvernig hvítur peði yfir? Ég meina Hrókur H8 og ég get meiri að dreipa á H7. Já, þetta alltaf falla, hann getur, já. En ég mun leika náttúrulega bara Hrókur F7 og stuggaði riddarinum og hann þarf að fara til H5 og þá get ég dreipað á H7 og ég vinn mann. Og þetta bara búið. 4-1, ég meina, hvað þarf að gera? Mjög lítið sem það getur gert, finnst mér. Já. Ég er eiginlega hálf bara... Ég er bara hissa. Hálfgerður sjokki yfir tapmesskunni hjá dómar. Hrókur F7, er ekki riddari sem verður að stranda? Hrókur F7, riddari H5, hann þarf að fara til G8. Hann þarf að fara til G8. Skuldur bara H7 eða Hrókur DS, þetta er alltaf... Það er bara best að leika Hrókur E7 núna. Og eftir Hrókur F8 þá á ég Hrókur F7, og ég vinn kall. Og ef það fyrir G8 þá líkir Hrókur F7 og þá kemst ekki riddandi G8. Smá finesse. En basically eftir riddari E8 þá hann þarf mát út að Hrókur G8 er aftengdu D8-reitnum. Það er smá flókið en ok, whatever. Hrókur E7 gerir það. Sé alltaf hliðlinni svo vanlega. Og ef hann fyrir til H8 þá líkir Hrókur F7 og þá þarf það fyrir til H5 og kallinn er tapaður. Og enn aftur og bara ok, kannski ég aftur á peðum, ég veit það ekki, kann ekki að telja, en og er samt Hróki undir. Já, þetta er óvænt, 4-1. En byrju, hann tekur bara jafntefli. Já, það getur líka það er ógeðslegt. Oj. Það var eiginlega, já. Já, ok, hann var... Já, hann var innvíðið. Já, ég meina... Bólunni stað. Whatever, skilur. Já. En, já. Kvikindislegri leið til að klára þetta. Þetta ákvörðun að fara í þetta jafntefli með kóngin og D8 algjörlega farulegt. Átti frekar að leika bara eftir upp G2 og tefla stöðuna. Líka úr þú þarft að vinna skákina, af hverju myndir þú fara í eitthvað svona endaðvarp? Já, eftir upp G2 og ef hann tekur bara betur upp í síðast. Já, bara ég er bara ekki viss að ég sé Dómulsúk tefla svona illa, sko, áður. Nei, og það vantaði svona öll hans helstu einkenni og var ekki alveg... Vantaði hraðan og yfirleitt þegar hann teflir svona hægt þá er hann alltaf að tefla mjög vel, sko, en það vantaði bara bæði í kvöld og já, bara því miður að sjá hann fara svona niður. Já, kæra áhorfendur, við ætlum að fá auglýsingar og svo fáum við seinna einvígi í kvöldsins Björn Þorfinnsson og Símon Þórhallsson og ég spái skemmtilega einvígi, sjáum fljótlega. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýp. Missir. Útilega. Viltu fara? Þessi útilega þetta að ferði algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Manlow. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það er svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn er hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Þarna á heldur pressunni. Herru, betur, hvað er þið bara að byrja þeirra? Nei, já. Við erum ennþá með stöðun og síðustu skák. Já, ég sá það. En já, velkomin til leik, kæru áhorfendur. Það er 8 manna úrslit á Síminn Invitational. Við erum að fara að sjá einvígi Björns Þorfinnssonar, ritstjórans, og Akureyringunum Símon Þórhallsson sigurvegari á Janus Open 2026. Já, skoraði 7 af 9, og það ekki, rétt að mér. Jú. Og vinnur þá alþjóðlegt mót. Já, alþjóðlegt mót og sem er afrek. Stoppmaður sér, hann fór í úrslit líka. Fyrir jól. Fyrir jól. Og tapaði á móti Góðsson, honum Vigni Vatnari. Sem að var reyndar, menn byggust alveg við því. Já, en hann fór vel að staðið þínu og veitti Vigni verðið á samkeppni. Þannig að Símon hefur staðið sér vel í þessum netmótum og hann er talinn líklegri á lengjunni, 1,6 á móti. Já, en hvað segir það? Sko, ég er bara ósammála. En hann, stöðullin er samt svona út af því að hún er búin að ganga svona vel. Já. Og en þegar við tölum hraðskákstig, í alvörunni, þá er náttúrulega Björns Þorfinnsson með 2420. Símon Þórhallsson bara 2250. Grótharður í hraðskákinni og ég myndi ekki veðja mót honum og já, ég ætla að teipa á vinnu Björns Þorfinnsson. Já, varstu með eitthvað að spá? 3-0. 3,5. 3-0. Já, ég ætla... Nei, þetta verður hörkunni. Já, ég ætla að segja að Símon Þórhallsson vinnur. Já.
Bara upp á flipið. Segir að Símon Þórólfsöfni og fáum bara Akureyst svíp hér í kvöld. Já, ég meina, þeir eru öflugir online. Já. Eða á músinni. Þeir eru það. Eru þeir nokkuð, hafa þeir hafið leik eða hvað? Þeir eru að byrja innan skams. Þetta byrja innan skams, erum við að heyra. Já, Björn Þorfarsson hefur hvítt í fylskákinni. Ég mun ganga hérna út ef hann leikur ekki 1D4. Og fer sennilega í píramídan góða. Já. Hins vegar á ég fyllilega vona því að Símon Þórólfsson sé... Hann er undirbúinn. Já. Mér líður eins og Símon sé búinn að undirbúa sig fyrir... Hann er klár með eitthvað pókahorn. Mér líður eins og hann sé búinn að undirbúa sig hérna fyrir bara hvert einasta einví. Já, kannski svona liður í hans velgengni í þessum einvíum. Hann tekur þið alvarlega. Já, nákvæmlega. Ég held nefnilega að menn séu bara vakna, bara sunnudagur, fyrir að tefla. Ekkert eitthvað að pæla eitthvað mikið í þessu, sko. Já. En Símon er að taka þessu mjög alvarlega og getum gefið hann gott kredit fyrir það. Já, það er ekki komin á stað, en mér heyrist hvað á hverju. Já. Ok. Þannig að það er bara einhverja 10-20 sekundur í þetta. En annars bara veðurspáin á morgun, Ingvar. Já, það er víst heitt í Kópavogi, ég veit ekki með aðra staði, en sjáum hvað setur. Já. Það veit ekki hvað er að tala um. Það er basically kviknað í Kópavogi, ég vona að það gangi vel. Já, já. En, já. Vissi það ekki. Sjáum hvort að kvikni borðinu hér á eftir. Já. Kollab. Já. Ert þú ekki með kollab? Ég er ekki með kollab eins og er. Nei, ok. Ætlar að tegja eitt fyrir mig meðan býðum? Ég held að headsetið eiginlega leifir það ekki, sko. Tekur það bara? Ég er á myndavél, sko. Ég gera bara leið og... Bara leið og fyrir mig í gang? Leið og fyrir í gang. Kanna með þetta? Þá skal ég taka headsetið af mig og tegja mig í eitt, sko. En við þurfum að vera fælir. Allt rétt. Já. Gæti verið að vinnminn Björn Þorfarsson eigi vandræði með að skora á anstæðing Já, líka, ég frétta því að hann sé í útlöndum. Allt rétt. Hvar? Í Póllandi, ef maður rétt. Já, lítur út eins og hann sé okkur veitingastað. Já, var okkur gefið til skynja. Ég vona að hann hafi gengið hægt gleðina dyr. Heldur að Wi-Fi eða? Það er þetta mjög Björn Þorfarssonlegt að netsambandi. Glúður að einhverju borðið netsamband. Já, þetta var svona það sem ég var náttúrulega hræddur að ef hann sé illa tengdur þá náttúrulega, þú veist, með 5 setur á klukkunni og þú það var bara tíma, ég meina, það var bara ok, skilur þú. Og við vitum að við förum alltaf í tímarag. Það er partur af programmet, ef hann undirbúið sig ekki betur en þetta, þá bara mun það kosta. Nákvæmlega, en já, ég greinlega lauga áriðum því að þetta var ekki 10-20 sekundur. Þannig að, og já, við erum eiginlega bara, við vitum eiginlega ekkert hvað við erum að spjalla um, sko, en Jú. Bara mætur í síman hann það. Herri, ok. Hvað er var eitthvað að frétta hérna? D4 og píramidin. Já, ég var ekki vonað öðru. Ég meina, ok, Bjössi hefur nú svo sem verið að reyna að leggja E4 einn döðin í skák og svona þess að vika sjóðöldarreikin, en hérna bara píramidin kominn. Og já, Bjössi Þorfinns er á veitingastæði, ég meina, eða í hótellobbyinu. Já, þetta getur verið hótellobby. Já, þetta er eiginlega hótellobby. Við vitum að Wi-Fi er alltaf betra í lobbyinu heldur en upp á herbyggi. Já, rétt. Þetta vitum við eftir að hafa ferðast mikið. Já, hann er í hótellobbyinu og klárlega með kaffibólla hérna. Og sjáum hraðan og Riddar FD7 og Símon undirbúin í samanlega. Símon er ekki að fara að leyfa H4, H5. Já, og þetta ná ég eitt kollab fyrir því. Já, þakka fyrir. Þetta er allt þekkt. Bjössi hefur telt svipaðar stöður. Já, ég myndi segja svona í tugum þúsunda skipta. Frekar en 1000 skipta og það gerir þessu stöður út og inn. Tekur okkur oft svolítið svona, já, glannalegar ákvarðanir, fyrir fram með GP-ið og vill oft langkróka og hérna hótar svarturleika E4 og ég held að svona ef við förum í svona tölvupælingar að svartur sé nú þegar bara með fína stöðu og jafnvel aðeins betra. Hvítur er búin að gefa aðeins eftir miðborðið. Ef svarturinn er að klára liðskipanna þá held ég að svartur megi bara mjög vel við unna. Nákvæmlega. Og hann er G4, hvítur eða tími í það. Nákvæmlega, og hann vildi einhvern veginn leika H4 samt einhvern veginn, en það ræða tími í H3, vildi ekki baka með biskupinn til 1-2. Og nú er spurningin sko, hvítur verður eiginlega að langkróka.
úr því sem komið en gerir það bara. Lýst mér nú bara betur á möguleika svart, sko. Mennu kom út. Líka spurning ef hann í lobbyinu, ekkert headset tengt, hvort að, menn sé að trufla hann. Já, hver veit. En hann lúkkar furðuslagur. Þannig að með kaffibóllan í hönd. En sáum C5 og riddari C6 mjög hefðbundi taka meira rými, frekar að hafa peð á C5 heldur en C7, þar sem að hafa peð á C5 valdar D4 og hugsanlega getur byrjað áriðsvöldlega með C4, já, C4 B5. Og B5. Átt hann ekki að byrja á C4? Hann þarf alltaf að fara að láta vaða, núna sennilega C4. Já. Biskup E6 kannski hleypur dettur aðeins inn í F5. Hvað finnst þér? Mér finnst þetta skrítið leikur af því að þú þurftir ekki að valda peð, bara áfram gakk, sko. Og F5? Já, ákveður að loka kóngsagnum með F5 og tekum að peði. Þetta satt ekki að brjóta smá reglur að ekki vera að tefla á þeim væng sem að þú ert kannski aðeins verri á. Jú, nú Bjössi fær núna einhver færi. Hrókur G2 eða hrókur E2. Það sem að vill, riddarinn kemur í spilið. Þegar hann kemur að H4 að vinna á tempo. Ég skil ekki, þetta meika enga sens. Það er bara að leika C4, B5, bara fara bara strax í peða ára sinna. Já. Og leika bara B4 og opna fyrir biskupin á G7 og þú veist, við vitum eins og ég búin að útskýra núna mörgum sem áður að þetta var bara alls ekki raukrið hjá honum. Og það ekki hún í F5 og það var hún í á C3. Já, ég veit, en kannski á ykkur leik þar, síðan drónik H5 riddar H4. Nákvæmlega, en brýtur nokkar reglur og líka fylgir ekki prinsipum að þegar menn eru stuttrókara og langrókara þá snýst hraða. Þetta er það sem ég grunnaði. Bjössi góður í að svona leita leikju sem að virðast ómögulegir en bara taka slaginn. En hver er hugmyndin? Já, vantarlega tekið á síður drónik H5. Já. Tekið á einum. Já, hann reyndar hún í E3 líka. Þetta er nú kannski þetta var ekki bara fullt mikið. Mögulega fullt mikið að Bjössa. Og Bjössi er bara búin að lagga út. Já. Og 1-0 fyrir Símon. Nei, hann er hann. Myndafni dattinn. Já. Það er maður máli. Ég held að ef hann er sko á 4G eða 5G eins og mann segja, þá gæti verið að hann sé með kameran á sig að trufla tölunum hans líka sko. En ok. En ég veit ekki. Ég er ekki sérfræðingur. What to do? Ok, verður hann ekki bara taka, hann fyrir baka. Og það taka með biskup. Já. En þá Símon þá er hún í E3 og hvað ætlar hann að gera? Á kall í hafið. Já, nákvæmlega. Og þá er biskup C3 og skák ekki neitt og það er þá bara D4. Þannig að það er að taka þetta með hrók. Já. Og það var bara allt og fljótur á sér að drepa F5 með D. Tekur svolítið stingin úr þessu ef hann þarf að taka með hrók. Sjá, hann horfir mjög grimmt á stöðuna. Já, ég er að tjóka, hann er vantilega frosinn. Sjáuð einbindingun hjá Byrni. Þetta er maður sem er að fara að vinna þetta MVP. Sjáum samt Símon mjög Nei, hvað ætlar hann að gera? Hann horfið strax á þetta Símon. Býta ok, dróndur E3 kongur B, dróndur E3, drónning G6. Er það hefðið samt? Drónning D1 mát. Já, takk. En ætlar að skáka á C3 fyrst, D4 og síðan drónning G6. Þá er ekki mát út að hróka G1 tengdur. En þá get ég drepa á G1 og leikið D3 og C3 og ég fæ 2 hróka og ryttara mæti drónning. Er þetta ekki svo kallar að hope chess hjá Byrni okkar núna? Já, það var kannski ekki nógu einbyttur. En ok, allavega, Símon er allavega ekki búinn að finna út úr þessu. Þó að ég og Ingvar að sjálfsögðu er búinn að finna út úr þessu. Sjáum tíman, 35 sekundur. Ég get nú ekki að tekja kredit fyrir þetta allt saman. Nei. Ef en eitt vildi ég sagt það, þú varst fljótur að sjá þetta allt saman. Jú. Hróku ekki á þetta. Þetta er chicken. Já, líka, ok, en hann fellur bara í drónning E3 skák. Hvað er þetta? Hvað er það? Bjössi, aðeins að kveikja á skiptmiðinu sko. Aðeins að hugsa sko, á þessu leveli þá var að gáða í að hróku G átt að blöndra biskup C3 skák. Ég ætla að reyna að tingsa þetta, ég ætla að skrifa hérna 0-1. Símon vinnur fyrst skákina. Vel gert í honum. Já. Ok, nettur. E3 D4, drónning E3 skák, kongur B, teki og þetta er búið. Þannig að sjáum að drónning E3 skák er lykillinn. Eftir E3 D4 að skjóta leikinn bara hrókur upp í G, nú drónning E3. Ja, þetta er bara, það vinnur allt sko. Það skiptir ekki máli. Þú veist þetta, já. Allt og fljótur á sér þarna. Þú veist, hefði eiginlega þurft að hafa konginn núna á B-unum. Já. Til þess að það myndi við make eitthvað sens.
En ég sé ekki betur en drottning E3 skák. Tekið á D4. Já, eða drottning. Já, Hope chess. Byttu, ok, vill hann reikna hlaup í skarðið það? Nei. Ég alltaf að sjá eitthvað línur. DDB C5, kongur H7, drottning D7 skák, kongur G6 og drottning E6 getur verið vandamál, þetta er það sem ég sá. Þannig að þetta var blöndur, en hann þarf að leika hrókur G7, leikur því ekki. Drottning D7 skák, þarf að fara upp, drottning E6 skák. Þetta er Björn að grísa á það? Já, ég meina drottning E6 skák. Drottning F5 plus F6 bara, what the fuck? Bara drottning... Bitu. Drottning F5... Hann er nóg tíma. Bitu, drottning F5. Já. Kongur H4 og þá... Hann kemst á G3. Nei, biskup E1. Biskup E1, hrókur G3. Where's the mate? Hann tekur á G8, við glimtum að það voru honni. Eða ég allavega. Tala bara sjálf. Bró. Er þetta jættiblið það? Jættiblið. Ok, hann tók G8. Bitu, ég fer bara til B3 og ég valda skálínuna maður og ég hóta drottning G4 maður. Ok, drottning B4, game goes on. Ok, slagur. Drottning E8 skák, óþægilegt. Já, mjög óþægilegt. Af hverju tókst ekki bara P? Ok, allavega, núna drottning E8 skák. Kongur H4. Er ekki drottning G4 líka leiðilegur? Því þú tekur á C5 drottning G4 mát. A5. A4, kannski. A3. Ég var að spáði kongur bara kongur. Wow, má ég drepa þetta? Hann tekur bara, óhrættur. Drottning C2 og... Veitu, slaka á. Já, slaka á konturinn minn. Já, það hefði, málið er að kongur B5, B3, B4, og nýja G3. Alltaf fljótur að tala. Drottning G4 skák, og hvað, hann ætla bara að reyna að fá jættiblega. Hann ætla að, ok, ég ætla ekki að telja núna. Þrempiðmyndir. Menn í stúku voru eitthvað að væla, ég er ekki að telja. Drottning F5 skák, kongur C1. Og kongurinn er farin að þrempiðum yfir. No more checks. Svo 3-5 mótið 2, já. Drottning getur G4. Ok. Drottning E2 og drottning G4 og kongur F7 og drottning G7. Kongur E8. Aðskolega leiki. Drottning E8 var líka. Drottning F. Við var drottning E8 ekki bara tent. Kongur F5, drottning H5. Jú. Og kongur H7 þá er leiki. Já, þetta vinnur allt. Við nefnum ekki að telja að hann er fullt að peða mig yfir, það ekki? Ok, pappi, hvað er biskupið fastur? Nei. Ég var að æsa. Það var góð tilrinn í æsing, maður. Ég var að æsa, maður. Hvað er að gera? Það er biskupinn fastur. Herru, byrjum við. Er þetta ljós? Teki. Hann er að ruggla, rittur að D3 og peðin falla. Hvað er að gerast, maður? Hvað er að gera, drengur? Fyrst er bara H6, kongur hann bara klóra þessu. Og byrju, hvað er hotnið? Rittarna þarf að fórna fyrir HP. Rittarna fórna fyrir HP. HP það var að búið. Nei, það var jættibli. Það reyndar möguleiki. Það eru möguleikar á leikþröng með peð og B7. Í einhverju stöðum. Já, ég veit það. En biskup H2. Ok, hann reynir að fara kongin upp í B-pið eða hvað? H5. Get ég það? Sem sagt, rittarinn þarf að fórna sig fyrir H-pið, ekki A-pið, út af því að biskupinn á H2, svartindi biskupinn valdar H8. Fyrir þá sem að föttuðu ekki hvað hann tala um. Og biskup E5 skák. Új. Tryggi. Peði. Og... Býta nú við. Bjössi er góður endtöflum, sko. Kongur B5. Biskup D2 er valda hálfryggur. Já, valda hálfryggur drans. Góð þjóðumpölduregla. Allt þekkt og... Kongur C5. Kongur C5. Og svo B6. Já, ok, hann fyrir peði fyrst. Það er ekkert að því. Já, það er ekkert að því. Þetta er bara búið. Þetta er búið. Hann á að taka þetta. Sem sagt, rittarinn er svo lélugur þegar það er spil á báðum vængjum. Út af því að hann er náttúrulega Svo hérna... Það veifur að sletta. Hann er short range pizza, það ekki? Jú, já, ég var að reynda að finna íslenska orðið við það, en já. Já. Ok, ekkert mál. Já, þetta er bara búið. Ég verð ekki heldur með það, þannig að... Já. Takk fyrir að redda mér. Skák og bara kongur, þú veist, C6 eða... C6 og... Eða kongur C8 eða whatever. Ok, aðteklisverð skák og Bjössi þá að snúa á. Þetta er nú bara kæruleysi hjá Símoni að drepa á F3 svona snemma. Já, þetta var... Því að setur upp D4 þarna í staðin fyrir að taka rittaran á F3 hefði bara verið og ymmit fá upp stöðunni sem ég talaði um enn og aftur að kongur G6 og núna eftir kongur H8 er biskupinn á réttum stað og H7, H8 Bjössi tekur þessa hefði verið mátt í 10 Hjálpaði með reyðið, hvaða byrjuntöldið er? Ég veit ekki Búið fram hjá okkur, það gerur svo hrætt rittari finnir 3 núna hjá... Þetta var væntanlega píramindin með dróðan E8 Alla rittara 3, D5 Bjössi hófleik með kvitt sko
Býttu, að tefla með öfum litum, eða ég eitthvað... Nei, Símon var ekki að tefla... Hann var ekki að tefla píramídan. Nei. Bjössi með hvítt. Bjössi með svart núna. Ég að missa vitið það? Það tvær skák búin á, sko. Nei. Það ein skák búin. Laga. Já, ég skrifaði, ég jinxaði þetta. Já. Jinxaði gekk. Já, þú skrifaði 0-1. Ég skrifaði 0-1. Já, ég bara, hann búin að jafna leikinn. Og líka bara, hvað byrjum þetta? Já, og Bjössi hlær að þér. Ég myndi ekkert hvað byrjum þetta alltaf. Hvað leik Símon? Drottning E3 skák. Herri, ok, þetta skýr rýmislegt. Ein skák búin, píramídin, takk fyrir það. Riddara H4, Biskup E6 og F4, F5. Og hérna Björn, ekkert að þakka þetta jinx, þú bara hendur í minn bjórreikja gópin, kannan með þetta? Já, kannski mig einu líka, eða eitthvað. Nei, ég vil bara vera með. Það er ok, stöðutrókun. Það vil ekki líka F4, F5. Aðeinsvert. Og þessi staðið er fyrir eitthvað skrítin. Mínum að því. Drottning E3 lítur smá svona skringil út. Og drottning líka á B6 einhvern veginn. Dronningin á E3 finnst mér eitthvað farulegri. Það var leiti. Já. Þannig að hvítu þar aðeins að laga til. Og það, sko, drottning er ofta á E3 og þá er peð á C4 og peð á E6, sko. Já. Þetta sem að... Bjössi tefnir alveg bara súper hratt í. Já. Alltaf mikið alveg á þessu. Það er alltaf dæmigætt. Riddari F5, mjög aðeinsvert. Vill bara reyna að fá parið, en sko, spurningin er hversu góður er þessi svartita biskup. Ég held að hann dreipir þetta bara og leikur riddari býtið 7. Já. Og eða hrókur E8 með þessu. Fína liðskipar núna svartur. Nákvæmlega, fær ykkur tempo á drottninguna. Og drottning C5 er örugglega ekki nógu gott út á dreipið og riddara A6. Já, ég sammála því. Og jafnvel bara D4 strax og nýju E2. Já, D4 strax hefði... Þannig að drottningi þarf líklega að fara á D6 fyrir ekkar en A3. Nákvæmlega, A3 lúkkaði dálítið passíft. Já, riddara A6 er... Og er hún á D4? Já, hún er á D4, glemdi því. Hvað er það spóið drottning C5, sásögu? Nei, reyndar mistaði líka viðkynni. Það var hún á D4. Þetta er peð. Kannski við þurfum að fá ykkur betri lýsundur hérna í stúdíó. Það snýst ekki að hafa rétt fyrir sér. Það snýst að skemmta áhörðum. Já, ég vona við svo. En, já, Bjössi, ekkert eðlilega einbyttur. Símon, 1.30 á klukkunni og... Björn, ekkert eðlilega einbyttur. Gáðu strókin. Kari kaffibóllin. Hanna er hann, maður sjá 1.20 á klukkun á 2.40. Þetta er bara eins og ég er að tefla. Bjössi bara úðar. Biskup F4. Ok. Ég held að Bjössi er búinn að leika, sko, en það var lag, sko. Riddara A6-leikurinn. Ok, er þetta per hreint? Já, ok, smá biskuparen, en ég segi hreint per. Já. Ég segi líka bara drottning B4 núna. Já, höndin Bjössi verður farin á honum næst. Það var gaman að sjá hvernig stillimyndin breytist hjá honum. Kaffibóllin á loft, eða? Nei, höndin farin. Þú segir kaffibólli. Það er mjög litla líkur á því. En það hlýtur að búa með kaffi. Nei, höndin höndin já, ok. Það báði ránt fyrir okkur. Drottning G5. Þetta, eins og ykkur merkur maður sagði, þetta snýst ekki að hafa rétt. Já, alltaf rétt. Snýst að skemmta áhörundum. Þetta sagði ykkur hérna daginn. En þetta á drottning C5. Kaupið þingu? Já, ég myndi fara til B4 til að þinga kaupin ennþá meira, sko, en það er hún á B2, sko. Aha. En ok, drottningin áttengaritt. Já, ég var einmitt að fara að punta. Já, ég var að punta það. Allt rétt. Riddari með C5 og... Jú, ég er sennilega fíla riddara betur á C5. Ætlar að auga upp að leika riddari C4 kannski. Ok, hann reynir að lagna biskup. Já. Þetta reyna 4. Já, riddarinn á A6, þannig að lógista, hann flýgur yfir, Biskupsbreyði 4, til að skipta upp. Já. Og já, eins og ég segi, hann þarf að halda í biskupparið til að fá einhverja vonir eitthvað. Svartur þarf aðeins að taka til, hann vil virkja hrókina. En núna okkur bara hefðbundi prinsip að leika bara B6 kannski. Og reyna að leika C5 og setja peðina svartareiti til að komplementa það, þú ert ekki með svarta biskup. En ok, B6, ég leik biskup D4 og ég hóta að drepa F6. Það sem, já, svartur vill svona aðeins klára drottningavengin, hann getur virt hrókin, en hann vill ekki leika A6, það veikir svartur þetta mikið, þannig að kannski þarf hann bara að leika B6 eins og þú segir. Já, eða þú veist, það væri mjög hefðbundið að reyna að setja peðin á, fá keðju A7, B6, C5, D4. Hann byrjar spakur á því vantarlega
Já, lagina riddar E4 eitthvað slíkt, riddar E4 D6. Ég skrifa hérna 1-1, jinxa þetta. Nei, hvað? Já, hvað, má ég? Já, sorry, 1-1 fyrir. Nei, ég sleppi bara. Drastemminguna. Hrókur F1, maður sjá, ok, ég hlýta að reyna að setja peðin á svörtariti, ekki? Ekki, sjáum líka, þú veist, þú er með 4 peð á móti 2. Við skiptum... Hann leikur A6, mér finnst það ljótuleikur. Hvað klikkað er það? Þú veist, út af því, já, ok, hann ætlar að leika þarna, en ok. Já, B4 A5, ok, flott. Hæ? Þú veist, út af því, núna er hótað í C5. F3, ok. Það D6, takk. En hvað, hann leik þá bara A6 út af því hann vildi... Ég skildi. Já, býttu, en B6 var ekkert að detta inn í biskup D7, út af því að rittar hann F6 að valda D7. Alltaf, ok, Anyway. Moving on. Rittari C4. Já, B3 og rittari E3. Og þetta er búið. Hann er parinu. Tilbaka og eins og ég segi, parið farið og... En við erum með mislinga. Já. Og hann er búinn að veikja svolítið svörtaritina. Hann er með miklu betri tíma samt, sko. Og rittari C2, og teki og teka E2. Já. Og... Hann fær betri biskupinn. Tók hann ekki að D4 samt? Já, ég veit ekki. Talandi parið, við minnum það er konudagur. Já! Það er rétt hjá þér. Já, það var mikið. Vel spilað, virkilega vel spilað. Algjörlega. Og rittari E3. Breytir strax umræðefni. En hann er að reyna eitthvað að sprikla á þessu. Ok, við tökum að 1 og... En þú veist... Má ekki hleypa hann inn á E7. Ok, og vill hann taka á G2. Þessi biskup á G2 gerir ekki neitt. Þannig ég myndi bara að leika rittari C2, undirbúið að leika D4, D3, nota þetta DP sem að er hérna svolítið frípeð eins og við sjáum. Jó. Ekkert annað peð sem að... Hann er valdar á C2, jú, það er rétt. Já, og líka rittari C2, hrókur E7 og segja bara, ok, þú tekur þetta peð á B7 og ég leik... Millilegur, sniður. Fancy, hrókur D8, alveg sama. Og biskup B6, annað millilegur. En... Ætti að taka tíma hér í að eyðileggja hvítupiðin með riddara H4 eða riddara F4? Já, en hann er að gefa honum eitthvað færi út af við vitum að hérna leikur riddara F4 mislingarnir sko hérna biskup F2 og biskup G6 bjóðu upp á jafntefli Hvað með já, nú fara kannski B4, hann ætlar að hendi biskup B1. Ok. Og já, og leikur alltaf A5 og núna fellur A2. Já, A5 væntanlega haldi peðið út af því að peðið á B4. Já, þetta var fallið byrni, nú fellur... Já, nú fellur allt. Allt og AP rúlar upp. Já, eða sem sagt hann fær B og AP og Símon veit alveg þetta er búi. Já. Þetta var bara... Klókur. Fagleg framistæð. A3, ég dreipið það. Já, ég dreipið og... Og hrókur C8 eða eitthvað. Nei, þetta ekki. Já, ok, kannski þurfti hann að gera þetta. Já, þetta var kannski allt í lagi. Allt í lagi, smá stretch, en... Já, þú veist. En ok, hann er samt að detta hans á klukkunni, ég menna það þarf að... Og B4, ok. Bjössi er vantarlega að hugsa að... Loka hann að alínunni. Hann er ekki trættu við þetta BP. Já, og biskupinn... Já, D3, whatever. Og biskup... Já, byttu, passum okkur aðeins. D3, og hvað hann leikur B7, teki, skák... breytir engum máli. Já, hann tekur á A1 og skakkar á F. Já, breytir ykkur máli að fæta drottningu, bara teki á A1, bara ekki paníku núna, já, fattar þetta, skák, teki. Ha? Veitu, það er að gera þetta svona, það er ekki þetta riski, já. Kóngurinn er alveg örugur á svörtum. Já, reynda rétt þér. En hann gæti líka bara drepi og líka kongur H7 og kongurinn var í búri, sko. Já, hann drap, já, rétt, hann gæti bara drepi og... Já, bara drepi og kongur H7 satt bara, hvað það gera? Já, valda skálinu með biskunum. En ok, núna hlýtur að vera mát eitthvað staðar, biskup F5 Þetta var óþarf hér byrni en ætti samt að döga. Já, bara hrókur í burtu og drottning B2, hótamátt í 2, 3 actually. Og skáka genum og Drongi aftur! Náðum mér. 2-0. Já. Okkur er drepa ekki peði. Þú maður kenna þér smá stylistic hérna. Já, einmitt. Eins og ég sé, já, ok. Flótur, herru, píramidin, let's go. E3, Capsule, við viljum með sama afbrigði áðan og Símon veit náttúrulega að hann var með kólunnið seinast og Bjössi er bara eitthvað, veistu hvað, mér er alveg sama, ég ætla að fara í alveg sama dæmi. Já, hann fekk með þess að pennastreik sko, ég sagði þið bara 0-1, hann er búinn að vinna, hann klúraði.
Menn vilja kannski meina að þú varst eitthvað galdraðna áðan. Talað sem svindl, spurningmerki. Það ekkert svindl að jinxa. Nei. En ég í vörst jinxa. En ekki Bjössi Þorfinnsson jinx meistarinn? Var það ekki eitthvað gamalt, eitthvað Facebook-djók 2012 eða? Já, það hefur bara sannast ekki tíðina. Já. Menn að tefla einhverjum í sakleysu sínu að tefla einhverjum mótum erlendis. Já. Nú Heimir að vinna. Hann að ná inn á stórmeistar áfoka og svo. Nei. Svo bara nei, hann líka sér manni og Bjössi feð bara aftur í sömu stöðuna þó hann fekk algjörlega. Já, þetta bara skýta staða. Já, hann kann þetta. It's not a good position. Yeah, it's not a good position. Við tala með mínum denglish. Ja. It's not a good position. C5, Laungkrókun, Riddari C6 og sko ætla Símon að bæta þetta F5 rugl of hverju leikarinn ekki bara C4, B5 og B4 og segja bara já, góðan daginn. Well, somebody once said insanity is doing the same thing over and over and expecting a different result. Björn, við hverju býstu núna? Ætlar að drepa á C4 með Riddara? Nei, harum ekki. Já, geðveitt kód. Biskup 2, já, og hlýtur að vera. Menn að hlusta á, má það? Það má vantilega ekki. Sjálfsög ekki. Út af því að, ég sé allt, skilurðu. En þetta var nú ekki, þetta plan var ekki gemið. Mér datt mér sér hug, sko. Nei, ég veit það, en ég menna hann samt með 2.50 á klukkunni, sko, hann hlýtur að, Ég hafa pása á þann, menn vantar að skoða skákinnar. Pása á þann? Nei, og fór að bara ríma strax, sko. Þetta 2-0. Já, við erum ennþá í þriðskákinni. Já, Inga veit ekki. Þú jinxaði talningunni hjá mér aðeins, það varst ekki kunna að telja. Já, það var spaug. Það er spaug, sko. Ég er nú bara Þetta þriðskákin, hann hefur ekkert tíma til að stúdera, þannig að hann fann þetta í borðinu, eða hann heyri í okkur. Já, spurning hvort að sé eitthvað eftir þetta á Akureyri, en ok, allavega, við skulum ekki vera dæla í það. Ok, Rókundur í D5. Yngvar, fókus. Takk. Það kom nú alls að herra átt, en... það var djóki. Allavega. Já, Biskup 6 og... Herru, já. Svo aftur að tefla upp á svona en þú veist, aktífa stöðu. En þú veist, þetta er máli, þú veist, ég fórt að P, en, ói. Já, en þú veist, það er allt onni en þá. Já, fljótur að mér aftur. Býtum við, ég getum tekið að fótt á G7. Þú tekur á D5, Biskup. Já, og það er onni F, þú líka, sko. Já. Too much. Kongurinn og veikur að kvítum held ég fyrir svona... Já, en þú veist, þetta er einmitt það sem ég var að pictura áðan, að núna leikir bara Riddari C6, Rókur af C8, C3 í loftinu og... Já, og þetta sjá þetta fyrir þér á hann. Já, ég fýtt í skák. Alltaf betur við G7 og okkur tekið ekki F3 núna. Yngvar, tekið F3. Já, það er mangangurinn, en svörturöndin á móti, getur það veikir. Sama Bjössi er, og ég veit ég djóka á hann, hann er mjög einbyttur núna. Þetta pós hérna býður upp á meir einbyttingu. Heldur hann takið F3 eða takið G7? Okkur tekur ekki F3. Hvað er að því? Kannski ekkert að því. Hvað, þú veist? Rókur D? Nei. Rókur D, tekið E2, skák á D8, kongur upp í G7, dróning C3 skák og já, F6. Og engin súpa fyrir þig. Og no soup for you. My friend. Ég meina að drepa á F3, ég veist... Þú óskar eftir hugmynd á hvitt. Ég líka óskar þess að ég ætla að vera með næst. Og síðan, leið og mættur í tölvuna með headset að þér, þá byrjar það að tefla umhverjulega. Hvað hérna... Nei, það er mikið að... Getur hann leikið dróning C3? Menna, hann hlýtur að þurfa að gera eitthvað svoleiðis. Tekið á H-num, tekið á H6. Ég ætla bara að máta þig. Þú segir ok. Og F6 þá tekið og drottning F7 og þá var ég... Hvað? Biskup C4? Já, ég mitt það Biskup C4 er inn í myndin líka. En þess vegna var ég að pæla drottning C4 og Biskup E2 frekar. Og segja bara hrókurinn á H-num er onni. Já, með skák. Og með skák og það myndi leiða actually drottning D1 mát. Takk kærlega fyrir. Drottning C3 gengur líklega. Drottning C3 að tekja á E2, Biskup á H6 og sjáum að út af því að Biskupin hvarf frá F3 þá allinu er Biskupin ekki að drepa H1 heldur drottning B7 drepur H1 og eftir kóngurinn færi sig upp þá væri drottning D1 mát út af því að drottningin er á C3 og kóngurinn kemst ekki. Ok, hugmynd nummer 2, Biskup drepur C4, Biskup drepur... Nei, þá tekur á G7. Já. En fín hugmynd að drepa á G6. Þannig að, já, eins og segið, bara drepa á F3 og lúka bara búið. Það er bara spurning, hann þarf væntanlega að vera bara smá varkár í vörninni. Varkár í vörninni? Þetta hljómar eins og barnabók eftir Gunnar Helgason.
Varkar í vörninni. Vítaspyrna á Akureyri. Já. Eða eitthvað svona. Nei, víti í Vestmanni. Já, það var aukaspyrna á Akureyri. Já, frábær bók. Þú er alltaf að stuðla þetta. Já, aukaspyrna á Akureyri. Það er sennilega eina bóki sem ég lesi sem ekki skákbók. Varkar í vörninni, Hilmir Freyr. Nei. Við erum í beinni útsendingu, Ingvar. Allt rétt. Og Björn bara fallin á tíma. Líka fínt að fá kannski 2-1. Þannig að við erum ekki að byrja hérna... Ég vil bara klára þetta sem fyrst og við komast í pílu, sko. Já, erum við að fara í pílu, Ingvar? Kannski með Vignir Vantari? Ég ætli pílu. Vignir, kemur þú í pílu? Vignir, sendu mig skilabóð eða við ætlum síðan í pílu með Ingvari setna. Ef ekki aðeins að... Hann tapaði manni, drengurinn. Já, en ég var þetta með stærri spurningu. Hamburgari og franskar á 2000 kall á bílunum? Já. Ok. Flott, dróðin séð þrjú og hvað er að frétta hér? Hann ætlar að leika Hróku D8 en okkur leiki getur langt F6 fight tempo. Já. Og síðan bara riddari C6 og bara ok, good night, skilur þú. Er það 2-1? Nei, þetta er ekki góð riddara því hann kemst ekki neitt strax. Já, en ég leik riddari C6. Hróku D8 samt. Interesting. Já. Og alltaf passaði út að ég var að hóta Hróku G8 þannig að hann tekur og núna lappar hann með kongin til B7. Aha. Og þetta ætti að vera úrvinnsla. Fæ nóg mikið. Ég er með 1 pöð uppi. Kongurinn er að koma B7. Hann þarf að fara til B7 eins og við sjáum. Eða leikur A5 skák núna og hrókur A7. Ói! Lappar inn í hennar maður. Lappar inn í gaffalinn maður. 2-1. Ekki gaffalinn hennar fráskakina. Þú skrifir þetta niður, ég skrifir þetta niður. Þú er með það. Það er kannski spurning að þú takir við pókvöldunum. Ég fann að tæla vittlöstina út mann. Getur alveg verið. Staðan er 2-1. Já. Í hálfleik í þessari viðuregn. Algjörlega. Já, stefnur í meira spennandi viðuregn heldur en áðan. Ég átti að vona því og þú líka vantarlega. Já, þú veist, fínt fyrir okkur að það sé ekki bara 3-0. Algjörlega. En förum við stuttar ölsingar og komum á vörmuspori með ljósleiðara skákina. Ekki fara langt. Verið sæl. Við tengjumst. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur. Í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpra. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta að ferði algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gegga. Það er svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn er hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Já, verið velkomin aftur, Já. góður gestir og góðu áhorfendur. Við erum stödd í Arína í Kópavoginum eins og þið vitið og 2-1 fyrir Birni. Já, mikil stemning. Nokkuð óvænt fyrsta kákin. Já, eins og hún þróaðist. Já, hún bara... Hún var með kólunum tafl, þannig að ég var búinn að skrifa bara Símon vann og kom mér opna skjöldu þegar Björn snýrði sig við og ég held að það voru 2 skákir búnar. Já. Og ítlaði talningunni þannig. Vonandi verður talningin hraðari núna í ljósleiðara skákinni sem að hefst fljótlega, en hvað segirðu? Hvernig leggst þetta einum í því? Hver að taka þetta? Talningin fyrsta lagi reddast. Já. Víst að ég hérna. Þetta er svona tvöfald kerfi, sko. Já. 2-faktor, sko. Já, við hjálpum hvort öðrum með þetta, en ég bara veit ekki, sko. Ég veit bara, þú veist, hann þarf aðeins að byrja að pæla í þessu, hvort hann ætla að fara aftur í píramídan, sko, og fara í þetta ömulega afbrigði með G4. Já, þú leikur G4 og síðan þarf að valda peði með H3. Það er ekki hraðið því, og við sáum bara, eins og ég sagði, þú leikur bara C4, B5, B4, sprengir þetta upp, og hvað gerist? Svarti vann. Alla stöðuna. Hann fara eitthvað svartnæst, en verður hann ekki að breyta til í finnskákinni? Nei, hann kann það ekki. Já, það er þetta vest þegar þú segir það. Já, ég telt nefnilega Björn, sko, á okkur leyni aðgangum á chess.com og okkur svona, tefli bara alltaf píramídan, og ég fletti þessu upp í databasein, sko, hann er bara með eitthvað 10 skákir í píramídinu. Já. Það er bara, hann er í einhverju hótellobby í Pólland, heldur það sé bara að leika E4 allt í hennu bara, það gæti komið róa. Nefnir svo nefnir. Skiptir yfir í koll eða eitthvað, þægilegt. People should take note, sko, íslenski skákmenn að this is the way, sko. Björn Þorfarsson, píramídin. Já, 2-4-20. Símon er bara að sína okkur. Númer 4 í hraðskákarlandinu núna. Já. Fyrir utan þetta það, hann er í -20 og ég er í +20. Þannig ég er eiginlega kominn fyrir ofan hann. Við miður Bjössi. 60 stigum með það ekki? Ég vona að hann verður ekki brálar í sagði þetta, en... Nei, það munar alveg 20 stigum núna. Já, ok. Já, því miður. Já. En, já, bara kemur Bjössi. Já, þeir ættu að hefja leik svona hvað og hverju. Já. Fer Símon aftur í Riddar F3? Ef hann undirbjó það, þú veist, ég held að hann sé svona að halda sér í sínum undirbúning. Já. Og ég veit ekki, hann kannski, þú veist, því að yfirleitt teflir nefnilega Símon ekki Riddar F3. Hann teflir yfirleitt E4. Já, hann er svolítið... Hann er að breyta til. Sletti, hann er svona universal, hann telti nú, Katalana móti mér í deildakemni. Já, hann er svona, það er eins og Símon sé allir að koma til aftur í skákina eftir að, búin að vera staldrað í smá, eins og ég segi, var að vinna eitthvað mót og ég er full að trúa á honum. Já, vann Janus Open eins og fórum við. Já, vann alþjóðlegt mót, reyndar í færi, nei, ég er að djóka. En það var samt mjög sterkt mót, þannig að, ok, mjög, smá stretch, en það var sterkt mót. Þetta var undir 2-4 mót sem að lefði stýttir tímamörk. Ég meina, Dagur Ragnarsson alþjóðarmeistari var þarna, þú veist. Já, og færiskir landsliðsmenn. Hér er greinilega komin aðdáandi Björns í lobby, Björn fæ sér espresso og ætlar að keyra sig í gang. Komið með svartan bolla en ekki hvítan. Og ef með svörtu kallana. Kaffi var ekki nógu sterkt, þannig að hann fór í espresso. Og B3, slagur, og B6. B6? Ég get sagt þér að Björn Þorfarsson kann nánast minnin ekki neitt í svona strúktúr. Allt rétt. Hann redda sér. Allt rétt. Björn er mikið á því að skák er common sense. Þannig að ef þú redda þér í mittefli, þá er hann góður í endarteflinu. Allt rétt. Stuðtrókun. Já, þetta er bara eins og Stefán Bergsson segir alltaf. Bara út með kallan og stuðtrókur. Það er ekki alltaf verið svona flókið. Og Biskup B7. Já, Björn er bara að fylgja hérna. Og 1-4. Og... Fylgja svona... Já. Hótar E5. Gáða því. Hrókur E8 er mest lógískur. Hrókurna F8 gerir ekki neitt. Og E-línan sænilega fara að opnast eða allavega hálf opinn eins og er. Og hrókur E1 og þá spurningin dróning C7 eða ekki. Já, dróning C7 ekki. Ég var að spá því sama. Eða vill hann... Ég get alltaf tekið á D5 með riddara, en... Já, spurning. Já, mér líst alveg ágætlega á hérna... Já, svona þetta central majority hjá hvítum með eitt auka peð í hérna á miðborinu. Akkurat, þetta er oft mjög þægilegt. Ef hvítur tekur á E4 með peði, þá hvítur oft svona með þægilegt rými á miðborinu. Já, peði nú þegar á E4 tekur væntanlega tilbaka með D-peðinu. Já. Og hótar aftur E5 náttúrulega, þú hótum hverjur ekkert. Allt rétt. Og ef Biskup C7 þá
getur kannski E5 byrjað að vera þetta óþægilegur og rittarinn Hann tekur E4, það kemur eiginlega óvart, ég verður að kynna það. Já, en það pælir í því, þá E5 alveg rosalega óþægilegur. Já, ætlar hann að leika, ég langar bara að leika dróning C7 og stoppa það. Jú. Var það misskilningur? Ég held ekki. Ég veit ekki, þá var ég eitthvað að pæla eitthvað svona hróku C1 og pressa á X-ray pressa á sílinni, sko. Game goes on. Jú, lífið heldur alltaf áfram. D3 E4. Og hvernig ætlar hann að bregðast þessu? Núna sennilega dróning C7, en þá ætla ég að leika rittari C4 og krassi gegn með E5. Já, það er vandamáli við að taka peða D5 og missir vald á C4. Og það er líka núna smá, rittari C4 kemur með tvöföldri pressu á biskupin og D6, þannig að hann hörfa bara heim í ból. Ef að pabbi mér verið að horfa á þetta, hann myndi að segja, já, hann er hræddur, beint heim í ból. Já. En pabbi náttúrulega er líka bara, 1400 stiga skákmaður. Er hann sóknarskákmaður? Já, hann er sóknarskákmaður. Það er alltaf bara, hann er bara svona, það er eiginlega ástæðan okkur að ég tefli svona. Mikið influence, hann náttúrulega kendi mér að tefla ásamt Tómasi Rasmusi. Allavega, sjátt á þá, allt rétt. Biskup F8 og... Er Björn ekki svolítið að reyna að gæla við, ég leika kannski rittari C5 og... Já, en þarft ekki að, þú veist, þetta að tefla með biskupin og B7 bara, hérna... Ok, að gera það. Þekki mér mann. Já, ok, reyndar rittari D3 make a sense. Er ég ekki bara að leika hrókur E3 og hérna segja bara nei? Þá spurning rittari G4, kannski eitthvað basl. Já. En hrókur C3 og ég sé ekkert hvernig maður refsar þessu. Eða út af því að þú vilt eiginlega ekki leyfa rittari D3. Eða in that case drottning D3 líka mjög hefðbundin leið til að hérna... Er biskup F1 heim í ból, er það of hægfara? Það er svona það sem ég er að reyna ekki gera með því að leika hrókur E3 frekar en að fara áfram. Svo Simon Williams myndi segja. Hvað segir hann áttur, Ingvar? Never go backwards. Já, never go backwards. En hann er líka ógeðslega sóknardagur. Hann er það. Þannig að þú veist, kannski við þurfum að fara að kvóta Karpov eða eitthvað, það er fá smá ró í þetta. Alltaf, biskup F1, hörfar heim í ból. Prophylaxis. Og, já. Og biskup A6, en er ekki onni á C6, ja? Býðum hægir. Já. Þetta þá leikar þetta B4 og D3. Og hrókur A7 og okkur svona, já. Ja, hrókur C8. Drónin B1, ok, og... Drónin D3, eða? Já, ekki. Og hvað? Það kannski skítið einn bistur F6 og strúkturinn... Jú. Strúkturinn er ljótur. Þetta er svona, ég nefndi þetta áður fyrr, hérna, þegar þú varst að tefla, þá drastu svona kalla F6, en það var tekið tilbaka með rittara. Já, en já, eins og ég segi, sterkir skákmenn drepa eiginlega bara með svona, hérna, þegar biskupinn að horfa svona yfir allt borðið, þá drepir yfir bara til að fá eitthvað svona bætu, veist þetta. Já, það var svona strategísk. Eitthvað í staðinu, við sjáum að peðin splittast, búa til 2 peðir og meiri þess að öll 3 peðin orðin stök. Sem er náttúrulega smá hryllingur og F5 reiturinn oft í þessum struktúrum getur verið mikið vesen út af því að F5 reiturinn er í þessari stöðu líka hvítur reitur og við sjáum að hvítur vill rittar A5, það er klárt. Já, og biskupinn F8 náttúrulega sér ekkert til sóla á hennan hvíta reitt. Þannig að dróning B2 já og við sjáum að besti skákmaður Íslands var að labba inn í stúdíu og Vignir Vatnar aðeinsvert. Þannig að við ætlum greina í pílu eftir. Það er bara, það er landsliðsmenn í hverju hotni hér. Hann heyrði, ekki ég, kannski, ok, datalandslið. Fyrirverandi, en 3 landsliðsmenn, sko. 4, eða ekki? Já, ég ekki, já, ok. Já, þú ert fyrirverandi, ég sagði að 3 núverandi. Já, 3, já. Áfram gakk. Ég teki það bara á kótan, ekki mál. Af hverju... Hrókur F1. Stopp maður sér, af hverju fór Símon ekki í dróningaköp? Var það ekki bara fín staðakvitt? Já, en... Þetta er svo sem ennþá fín staðakvitt. En kóngurinn er samt alveg veikur, þannig að meika alveg sens að halda dróninginu á borði. Ef allt rétt. Og biski er 7 og við sjáum hérna... F5, væntalega, F5, já. Og það er ekki smá klúður á Símoni? Jú, ekki. En eins og ég segi, ég var alveg að segja, ef að Bjössi gæti svindla smá, þá myndi að taka peð F6 og setja á G6, sko. Já. En ok. Rittari D4. Rittari H4, algjörlega að missa þráðin, nú er Rittari Daniel 4. Rittari 1 og 2 spákar H2. Og stór H2. Núna, kongur H1, ég hef kannski líka dróðin C4 og sagt bara, jæja. Rittari 1 samt, ok, það er hún í C6, mista hann að því. Það ná mögulega. Menn missa, nú víst að alveg á einhverju, sko.
Þetta C4 smá óþægilegur. En já, við sjáum að núna einhvern veginn, þú veist, þetta peða F6 er bara núna horfi og þú veist, Þetta er mjög óþægt, já, bara fyrir, sko. Verður að fara að C2, en það fara að C2 þá hrókur D2 leðilegur. En Riddar F5, enn aftur, þetta er alveg eitthvað hættulegt, en ég meina algjörlega búin að klúðra þessari góðri stöðu. Strax dróning F fyrir mát. Já, það er bara verið klippa. Dróning D5, vantarlega hrókur rætt D8. Já, og við sjáum að hvítur og algjörlega búin að missa þráðinn. Riddar finnur 3 og Ingvar missir pennan, deyja úr spennu. Deyja spenningi hérna. Spennan er óbærlega. Skrifa bara jættiblad. Aðtöðið að hrókur D8, þá kemur hrókur drónundarbur skák. Og hann leikur dróning F3 út af því að hann er stressar á tíma eða hvað, eða vill hann halda spennunni. Tíminn er á skortlaskanti hjá báðum, þetta er orðið bartingur. Það var tefnilegt að svona og segja að peða F3 sé sterkar heldur en vantarlega á G6 eða whatever. Eða hvað. Hann leikur H4. Ég var smá hræddur við tekið hrókur E2 þar. Já. Var þetta ekki mistök hjá Símoni? Kongi 1. Hann heldur þessu í gangi. Það er að fara til C5, en núna er peða F3 ekki styrklegi. Því að það er náttúrulega farið. Það tekið á Riddan E5 og núna er peða F-lína að falla líka. Já, en bara A5. Hrókur F2? Já, en jú, það virkar. Ég ætlaði að taka með hrók og F7. Skýturinn H6. Ég mista því reynda. En heldur allir lægjan þá? Bittu. Ég held að hann mögulega mista þessu samt, sko. Bittu, hann tapaði 2 með tempum hana. Kóngurinn, það hefði komið saman staða með, það er reyndar hrókur eftir á því. Nei, ég get ekki reyndar hann að valdaður. Alla þannig að núna... Þetta er unnu á sartan, B5 A4. H5, Góða leikur. Læsa búrinu. Þetta er búið. Loka búðinni. Kongur G4 meiri sér, leikur sér að þessu. PSG góður í endatöflum, sko. Skipti séðan upp á P-inu. Og 3-1. Símon algjörlega misti hann að þráðin eftir riddari H4 og við sjáum að ef kóngurinn nær F1 þá blá blá, en ok, hann líka með þess að kóngur G2 smá stælar, þurfti alls ekki að gera það því að P-ið var löngu færi. Já, 3-1, ljósleiðaraskákin, hún reyndar tók sinn tíma, það var ekki ljósleiðararraða, en 3-1 fyrir og Biski F5. Ég vissi þetta var að gerast. Býtum við, tekur hann F6 núna? Trompavski? Nei. Hver í trompan? Tekur síðan ekki F6 og fer strax í á heimaslóðir. Já, hann allavega breytur maðurbreyði núna. Já. Býta nú við. Og finnum 4. Já, við erum komin í svona hálfgerðan pirk núna. Já, Bjössa er bara svo drull. Hann þarf jættibli og hann er bara eitthvað leik F4 það finnur leik og það ég geta, skilur við. Allt leiðilegt í þessu sporti. Já. Fyrir utan að tala. Er skák íþrótt? Ég hati þessu spurningu, þetta er svo þreytt spurning. Ég er bara, já, Andrís, ég er búin að fá þessu Hlustu bara á síðustu 4 podcasti af Vigni Vattar, ég held að hann spurur þetta alltaf. Já, nei, líka bara, ég nenni ekki svara. Takk. Riddari Gunnar til. Þetta var skot á spurninguna. Já, ég fekk þessa spurningu bara, á laugardaginn og á föstudaginn. Þannig, já. Og ég er alltaf bara, segja alltaf bara, strákar, mér er bara alveg sama. Já. Bara love the game. Alla, series 3, teki. Tekum við P, vantalega. Vantalega. Myndi kannski vilja hafa riddarinn og C3 í þessum struktúrin, en maður fær nú ekki allt. Nei, hvítu það kannski aðeins að passa sig að vera svolítið svona, svo við slettum, overextended. Já. Tegja svo langt. Já, takk fyrir þetta. Já, þú sagðir þetta áðan. Ég týndi orðinu. Já, en þú sagðir þetta áðan, þess vegna sagði ég þetta núna. Vel gert. Þannig að þú eiginlega hjálpaði mér hana. I've taught you well, young Jedi. Flótur. En hvað er þinn starfnördið? Alla, byrðir upp á A6 eða ekki? Use the force you must. Alla, Bjarni 4 á borði. Ég sló hann að læginu. Já, herri. Það gerir sér gjótt. Já, munnuræpanum farinn. Nei, djók. Ég hef alltaf eitthvað að segja. Herri, Björki, er hann ekki að tegja svolítið mikið? Vigni sagði við daginn að spara orðið sín. Já, nei. Alla, Bjarni 4, já, ég meina, þú veist, hvað, er þetta bara peðskák, eða? Ætla hann að geta farið með biskupuna F1 og... Sjá núna, hann opnar skálínuna, F-röldurinn veikur. Þetta er ekki nákvæmlega sem ég sagði, hann er svolítið overexpended. Það er bara á A6 núna. Bjössi, akkur ekki bara vera solid? Já, ég veit ekki. Það er honum hrókur, uglu speilin, maður. Hvað er það að gera? Sá þetta, maður. Hann fer af myndavælinu, sko. Hann veit þetta má ekki, sko.
Auður maður. Gefur þetta Hvað í alvörunni? Hvað að þið, Bjössi? Ég hefði ekki háþrjú þarna og þetta haldið áfram maður. Það er eitthvað bara úr öllum peðunum og var hrókur af. Já, Vignir mátti ekki vera þarna, sko. Gunnar 3, Bjössi að horfa til himna. Herra, Bjössi, nei, hvað, Need a miracle. Nei, hann er 3-2 yfir, hann bara jættablið. Já, bara skemmta fólkinu. Bjössi 2, C6. Drafst þeim ykkur aftur. Já, ég er svolítið mútkilur. Mér er skaman að vera leðilegur, þið vitið það. Já. Vonandi verður skemmtilega í pílu og þetta, sko. Já, nei, ekki verið vinna. Ég svo ekki pílu. Þó ég vinna pílusta. Herri, Biskup F5, Seri 4, E6. Herri, við erum að tala alltaf mikið með einhverja pílustæði. Við ekki tala frekar lengjuna Síman Kollab og Ljósliðarnar sem eru að styrkja þessu útsetningu hjá okkur. Þessa mótaröð, Símin Invitational. Við erum í 8 mann úrslitum. Hörku spenna. Og D3, H6. Dróning B3. Dróning B6, dróning C2. Þetta er ekki ósvipað á hann. Biskup Þetta er teória, Riddari D7, Riddari C3 og Hvítur vil leika E4. Og H6 er aðeins verið leikur. Ég fekk þetta á mig online fyrir viku. Og ég eiginlega glemt að skoða hvað maður að gera með þetta H6. Já, ok. Já. Ég sé svona, já, tekur aftur F4, fer aftur í þessu stöður. Þetta er mjög athyglisverðar staður, sko. Gáðum því að Biskup E3 er alltaf góður leikur út af þú getur ekki svaraði með Biskup C5 út af Riddara 4, þetta er allt saman þekkt. Og reyndar miðgarðsormurinn fer bara strax í Riddara 5. Er Símon búinn að greina Björnsson svolítið? Hann er að fá, finnst mér... Og þetta er það sem ég... Góða stöður. Það veit ekki. Þetta er samt ekkert að, þetta er ekkert eitthvað crazy knowledge, sko. Nei, þú veist... But ok. En eins og ég segi, Biskup C5 tapar manni út af Riddara 4. Dæmi gert. Þannig að hann þarf að hörfa. Og, já, kemur upp þessi svona aðeinslega staða, þannig að Biskup G2 horfir átt á P á C6, en hann valda náttúrulega E4 og D5. Já. Og P á F5 er svona, það er hérna. Kostur og gallar. Þú veist. Svartur kannski með langtíma plan að ef hann er að skipta upp fullt af köllum, þá har hann peðið meira hluti á dronningavang. Nákvæmlega, og þægilegri. Hann vill svona reyna að fá Riddari E5 til C4 kannski. Er Biskup C5 núna leikurinn? Já, greinilega, samkvæmt byrni. Já. Þá er spurning af hverju ég leik ekki A3. Mér líst til dæmis ekkert á það að leika Biskup F4 og tekið. Hann er sannlega bara að misplaya þetta því að þú vilt ekki leika E3 F5 og síðan hérna. Nei, svartur vill svolítið fá svörturreitina í þessu struktúr. Ok, B4 undar að koma núna. En spurningin erum við alltaf að horfa frá sjónarhorni Björns? Já, átt hann ekki, við erum að followa hann. Við fylgjum honum. Já, af hverju ekki að followa Símon? Já, nei, bara... Þú spyrð kritísku spurninga hérna. Snýst þig allt equality og... You can't handle the truth. Stofna sér. Réttindi. Dróning B6. Nei, ég bara pæla, ég er ekki bara að flippa borðinu eða eitthvað. Nei, ég sleppi því bara. Dróning B6. Já, B6 með svart. En já, dýnamíkin er svona eiginlega farin, sko. Þú vilt vera að halda köllum inn á borðinu með þetta P á F5 og það. Þú vilt reyna að vera að gera eitthvað árásir með þetta P á F5. Annars af hverju varstu það að leifa P-inn að fara til F5 og alltaf síðan bara skipta upp allu og vera bara verra. Hvernig sögur við þessu? Hvítur reynir að opna svolítið fyrir biskupinn sinn. Og alla kallana. Já, hann hefði kannski að taka A6. Já, ég hefði tekið með drottningu á C5 án og leikið A5 reynd svona að stoppa upp í þessar aðgerri hvíts. Það sem ég finnst það aðeins trikki núna. Ok, hann tekur með P og C6 og ætla svo að leika þetta B6. Ilmir pantar hérna, nei. Já, dróning C5. Baðum vasklasinn út í stúku. Þau bara, já. Viljur áhörður hérna hjá okkur, gaman á því. Ég mun greinilega bara deyja úr dehydration hérna, en það er ekki stress. B3 C6 á borði. Thoughts? Ingvar? Yeah, we're coming to you live with a live studio audience. And I think Björn has a fine position. Yeah, probably. Já, ég held að Björn sé nú bara með fína stöðu. Minna Riddarinn kom B6 og hann er eitthvað svona ekkert sérstætt til að ágjöra af. Já, en líka, þú veist... Hann þarf líka bara jafntefli átt okkur því. Ég er það bara stenglega. En hérna, síðan líka sko, þú veist, þetta er bara svona ok, þú veist, hver er munurinn? P á F5, P á C6. Þú veist, ef hann er að, þú veist, skipta upp á hlutum, þá P á C er náttúrulega frípi. Akkur tók hann bara ekki A3, tekið C6 dróning aftur og C5 eitthvað slitt. En þú veist, var ekki ónjás kannski leðileg C6.
Jú, en þú veist bara... Já, en ég var að segja, ekki fínt að halda í sépið þetta? Jú, ætlar að vinna. Ég er bara að hugsa... Já. Bara með eitthvað dró, sko. Takk kærlega fyrir þetta, Katrín. Þá er ég komið vatn. Þú ert komið vatn. Áverðið sáttir. Já, allir sáttir. Hér verður kaup og frekari kaup eiga að henda Birni Þorfinnsinni. Vittar að G4. Ég held að mig leikir þetta E4 á því að teki E4. Nei, það má taka E4, ok. Hrókur F1. Já, þetta er svona, ef þú ert að leika hrókur F1 þá er eitthvað... Já, aðeins að hörfa. Þá er eitthvað vesen. Eitthvað ves. Kannski að vill leika... Áttarittari E? Nei, það er mikið. Okay. Teka bara PF5. Alright. Segir bara show me. Okay, I'll show you. I'll take this pawn. Og hrókur sé á það. Og er Björnsi búinn að sjá eitthvað tricks eftir byssu G2? Já, það er G3 bara ekki. Heldur leðilegt eða? Spurning. Skítur hittar D5. Skákinni E7 leðileg. Hvernig svöruð því? Furðuleðileg, jú. Já, sannlega með að skipta upp á og getur líka hrókur C2. Nei, það dreifir F7 skák. Kókur H. Það var í mát. Nei, það var ekki mát. Þetta er H7. Stopp maður sér. Já. Sorry, ég er alltaf... Drottning... Ég er alltaf mættur á kanarískun tíma í reikningum. Þarf hann að taka D5? Ég meina, hvað er það að gera? Já, ég segi eitthvað annað að gera. Já. Sko, ég var bara að hrókur C2 mega sens, en þá kannski getur ég dreifið F7, sko. Út af því að það verður aftenging á hróknum á C2. Já. Þannig að, veist, Björnsi alltaf sé þetta leikur hrókur shit, samt. Aha. En ég getur samt dreifið F7, getur sagt þér það. Bíddu. Já, þú getur líka leikið drottning, nei. Þú getur leikið drottning B8, nei. Tekið tilbaka. Drottning B8 á skák, kóngur H7 og biskup E4, en... Já, skák og tökum F1 fyrst, ég glemdi því. Right. Hélt ég verið að kúka. Sko, Simmi þótt missi nú ekki að bistur úr F7. Getur ekki verið. Simmi þótt, hey. Give me the mic and I'll take it away. Alltaf með svona smávegis djók og Ingvar deliverar alltaf. En voru líka gáð því að drottnir úr F2... Það er sterkóttun, menn hann leikur bara kongur eitthvað, kongur H7 Ekkert eitthvað kongur eitthvað, en það er fyrir til H8, það er drottning B8 og drottning G8 Já, kongur H7 Þannig að Já, það er okkur C8 Þetta er svona óþægilegt út af því að Biskup G8 þarf að skáka kongur H8 núna Hvernig dílar það við þetta? Biskup B6 er blöndur náttúrulega út af drottning F2 eins og Hilmi bent á Já, eða bara hrókur bara F1 Það er að gera þetta svona Bittu Kongur F1, drottning C8, hvernig valdur þau drastliðið þitt? Jafnir rittir F6 Drottning E6 og það hengur á G4 Ok, kongur F1, rittir F6 Protect your bishop, show me Skáka fyrst, rittir F6, show me how you protect this bishop Ok, ég dreif á A7 og ég segi að ég heng Já, drottning A2, drottning B7 Vinnumann og heldur aðpöðinu Símon átti að fara í mótspilið Biskup D5 Doesn't work Já, hann átti að fara í mótspilið Þá er það að fara að ljúka hjá okkur og hann leikur bara A5 eða eitthvað Hann átti að fara í mótspilið taka peðu A7, nú er þetta bara búið Já, ég meina, veist Jú, þetta er búið Byrnina í jættefli, þannig að hann má mér þess að leifa þráskakina Alright Getur slakað á Þetta er ekki alveg búið Svo sem að kveita ljósunum En já, drottning F8 þarna Já, og hann leikur bara kongur H8 og dró Öttublega, drottning F3 Nei, þetta er óslag Akkur ekki bara drottning D2, skák Ef þú fer að H3 drottning D7 Það mista þráskák Já, þarna Yngvar, slaga á, þetta er reddast Og slaka Núna á hann drottning D2 aftur Keep it simple Kiss kerjum svo kallega, keep it simple Kongur G, drottning G5 Hann átti drottning D7 til að skipta upp, but ok But ok, ég meina Svona þetta bara Queen E3, ding ding, ok Gáka G-num Æi, Símon Geðu þetta bara Þetta getur hann í momenta Queen E2 og Þetta er jættibli Hann getur, veitu, wow, þetta er geðið Er þetta ekki þema, eða? Ding 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 Akkur Hvað er Símon Já, hann held að hann eitthvað kongur E5 og drottning B5 og ég mun hérna elda því Sjá, B8, E8 Já, ok Það var mjög töff Já, mjög töff, ég er bara ringur á sem góða og fer í þetta og veitu, ok, af hverju fór Bjössi þetta? Af hverju Af Bjössi með tapa? Nei, hvernig ætlar hann að tapa þessu? Slaka á, kongur G6, eða hvað, kongur E6 okkur vinni Já, þú fer hinum einn Og hvað fór Nei, þetta er dró Hann eldið bara
Nei, Okkur fyrir hann í hináttunum, hvað var hann að gera? Byttu Hvað er það að gera, Bjössi? Sko, ok, fyrir áhörundur þú gætt eld kóngin og þegar ég drep á A7 þá leikir kóngur C7 og þú ert boksaður inni og það væri sem sagt Þetta er mest að basic draw sögur Nei, byttu, það er ekki þetta, já, G6 Þetta viss? Já, kóngur drepur A7, kóngur C7 G6 Já, en hvernig fóru við stöðuna? Nei, svona er bara staðan Ætla hann ekki að líka G6 fyrst, ekstar? Nei, út af því að þú þarft að elda Þannig að hann átti bara að fara í þráskák og dróðið þritt Hvað var hann að gera? Ok, herru, 3-3 Þetta eru spil, ég bara trúi þess ekki Hvað var að horfa á? Þetta er svona moment það sem að ef að Björn Ég vil ekki að mæki mér þessi lótanum Já, herru Það stoppa hann sér Róma hann yfir Allt rétt Stoppa hann sér Við ætlum að fá Það er leikurinn að stoppa hann sér Stoppa hann sér Nei, það var ekki leikurinn Ok En við ætlum að fara í sudden death, það er bráðabanni Við höldum litunum, það er 3-3 Sko, ég þarf að bæta henni við Þetta er svona moment, ef að Bjössi tapar segjum við Þetta er svona moment þegar þú ert bara eitthvað Þú veist Já, hann fyrir beint á barinn að tapar segjum við Já, eða þú veist, þú sefur ekki 2 daga Þú veist, þetta er svona hann moment Bæði Þetta er, þú veist, þegar ég er að útskýra fyrir einhverjum hérna Þú veist, sem er ekki að tefla Þú veist, þegar þú tapar svona skák Það bara, þú veist Var ekki fyrst þess að chess is mental torture Átt að því En við erum að fara upp á ráðbanna Við ætlum að fá stuttar auglýsingar og koma svo tilbaka með Björn og Símon úrslitaskák. Allt rétt. Já, velkominir aftur, kæra áhorfendur. Við erum hérna að fara í bráðabanna, ég veit ekki alveg hvernig. Já. Björn Þorsteinsson, byrjaði á því að leika sér hrók í döðunum í stöðunni 3-1. Og leik svona, hvað gerðist í síðuskokkin? Ég er ekki að skilja hann. Getur þú líst í... Þetta er bara Símon Þórólfsson móti Jóa Rógin, sko. Ég ætla að svo kallar Eli 5, sko. Explain like I'm 5. Hvað gerðist í síðuskokkinni? Ég get það ekki. Sko, hann tapaði. Björn var með kólinni tafl. Hann gætt líklega tekið þráskák bara svona 17 sinnum. Já, reyndar, hann átti ekki þetta jafntefli sem við heldum hann átti. Nei. Út af þegar þú varst að fara að boxa kónginn inn, þá ymmit gæti ég fært eitt peð upp og þar með myndi ég brjóta múrinn. Þráskákina. En samt sem aður að skipta upp á þarna og fara í þetta endartafla sem að kóngurinn er á 50 og þú með kónginn á 7. Já. Ég menna, það meikar enga sens. Við veitum náttúrulega að í kóngsendartafli, það er bara 2 kallar á borðinu, kóngur mötu kóng, þá væntanlega skiptir máli
Ja, rými og hvað kóngurinn staðsettur og hvíti kóngurinn var alltaf miklu meira aktífari. En hann hefði getað farið bara í einhverja hringrás og gert þetta mjög flott jættibli. Já. Sem að við fáum því miður ekki að sína, en kannski ég mun sína það einhvern mann setna. Bara hendi content kannski á hvað? Hilmir F á Twitch? Eitthvað svoleiðis. Já. Og TikTok? Já, ég á TikTok. TikTok. Hvað heiti ég aftur á TikTok? Manstu það? Nei. Ok. Ég er subscribed, sko. Já, ok, það bara Hilmir Chess. Hilmir Chess, já. Það er einhverja klippur þar, það er ekkert spes, ekkert að tjekka því. En alltaf, 3-3, ég eiginlega bara trúi þess ekki. Þetta er bara Jói hjá og myndi Símon all over again. Það verðist vera áskrift hjá okkur þegar við lýsum að gefum bara eitthvað þvæla. Bæði úr okkur og skákunum. Sko, Vigni var að minna á það að þú tókst Chewbacca og eitthvað, veist. Anyway. Let's talk chess, sko. Já, við erum ekki nóg fælir. Við erum að fara hérna í 7. skákina, sem þýðir að Björn Okkar Þorfarsson hefur hvítt. Sko, veist, hann þarf að vinna. Þú veist. Það var hvað, 3-1. Já. Þú ert alltaf að telja. Fer hann í píramídan, ég er bara hættur að geta talið, sko. Já, þú ert með þetta. D4, Björn er með hvítt. Með þetta skorblað og veist ekkert hvað að gera. Nei, ég veit það. Hvernig á maður að fylgjast með svona þvælu? Það var líka svo fyndið að Bjössi Þorfarsson var eitthvað að spjalla við eitthvað, sko. Við sjáum að, ok, hann ætlar núna í hreinan pirk. Ha? Er þetta leikur? Hún er bara sama. Þetta er bara eins og Bragi Þorfis að tefla. Þetta er bara peð? Nei. Fyrir hvað? Þetta er Bragi Þorfis að tefla, H4. Let's go. F3, já, og ég leik E3 kannski. Ákvaðan bara, núna er úrslitaskák, nú ætlum ég bara að finna upp nýjan gambit, on the spot. Hvað er í alvörunni? Þetta geggjaði punktur. Hvað er að þessu gæja? Þetta er kaffið. Too much coffee. Eins mikið og ég elska þessa bræður, stundum með maður bara svona, hvað gerðist einhverstaðar í æsku hjá ykkur, sko? Ok, sko, daglegur ráðskamtur af kaffín er 400 mg á dag. Heldur að Bjössi Þorfis er búinn að stíga yfir þau mörk? Má vera þessi espresso hann á hann. Hvað er klukkan í Pólandi? Hafið farið yfir öll þolmörk, sko. Hann er nú bara... Hann þurfti ekki á þessum espresso að halda. Nei. Man ekki hvort hann Þetta er bara, já, herrus. Hann er klukkutíma að teima undan. Hann stuttrókara bara, núna, 375 og allir heim. Blokka kameruna, my friend. Can't do that. Mistur það. Herri, Transisju, Bjössi er bara að tala við hérna hotel lobby receptionistan, sko, hann er bara yes, I was winning. Okay. Stopp maður sér, hvað gerir, hann náttúrulega getur ekki að hróka, útskýru það fyrir okkur, okkur ekki? Drottning C5, tekur peð, skák og biskupinn á C4, já. Já, þannig að Björn er ekki að klára liðskipan eins og hann vill, hvað getur hann gert? Drottning E2, valda biskupinn. Og drottning C5, hann er peðið undir. Eru ennþá í þessum leikarna, explain like I'm 5? Nei, það var á hann. Já, það var á hann, ok. Sorry, já, ég veit ekki okkur, ég datt í hann pakka. Útskriði eins og 5 ára, svo... Herri, ok, slefum þessu. Herri, ok, drottning C5 núna og á ég bistur på E7? Eða. Það má vera, ég mista því. Flott voice crack. En jú, herri, hann er komin í annan kaffibólla. Ég trús ekki. Hann er langt yfir ráðanum dagskamti. Nei, getur verið að hann sé bara með vatn í bollanum, eins og þú. Bara... Ég er með enga bolla. Hann fekk sér espresso á hann. Já, ok. Herri, en svo einbættum... Við fáum að vita þetta næsta sunnudag. Ég er með hringja í Bjössa og spurja... Einbættum okkur af skákinni. Ok, fyrir ekki. E5. Það er jafnt á peðum akkurat núna, en svartur er langt á undan liðskipan og hvítur er vandræð með kóngin, það ekki? Já, jú, ég veit ekki, menn hann langkrókar bara. Langkrókar og allilega bara? Já, ekki bara. Svona eins. E4 er samt svona... Nei, ég tók kóngurinn fann. En já, ég verður bara fyrir ekki, en ég held að ég og Ingar bara algjörlega bara missa alla einbindingu eftir... Við vorum bara að fara bara beint bara í pílu og... Ætti að tala um pílu, einhver. Já, ég var ekki að tala um pílu. Ó, fyrir ekki. Alla, laukrókun. Og hvað, háslegs? Tjók, ekkert að leika háslegs. Umleikur. Akkur ekki bara taka þetta bresta? En djöðlir Bjössi kom með góða stöðu með að við að þú varst að drulla yfir hann fyrir mínútu. Svartur tekur og séfi mig og peði yfir. Fyrir hvað? Já, maður sagði 1, 2, 3, 4, 5. Ég er með 5 kalla úti. Þess að laungkrókun telst þeim 1, sko. Sem er að gera hvað? Ég veit ekki, maður ég er að leika H4, H5. Og hvað? Ég myndi vinna þessu stöðu. Eða tefla þessu stöðu eftir. Við ætlum í pílu, eða ekki? Já, kannski.
Herri, biskup H4. Við þurfum að halda okkur að efninu, sko. Og hvað er? Biskup F5, biskup G3. Ok, hann setur á þetta peð á F5. Símon ákvað ykkur hluta vegna að vinna ekki peður sem hafa verið í boði. En kannski skiptir það litlu máli því að hvítur allar haldið og þá opnast bara staðan. Ég hefði viljað sjá eitthvað svona G4 spinnu. Já, við spinnu, hjá binni. Nei, það er bara, einhvern veginn að leika G4, núna blokkerar náttúrulega peð á G2. Já. Tímabundi og eins og ég segi, þegar þú ert með... Áttan stoppma sér, áttan riddara D4. Já, en af hverju ekki bara riddara H4? Hann var flækett og svona. Af því að, já, hann svo sem átti enga reyti hvort þið er. Og hrókur HF1. Þetta kemur eins út það ekki. Allavega, ok, Bjössi peð undir, en hann er allavega með eitthvað counti núna. Hann er með góðan hvítandi biskup og kóngstafn eins og stumir aðeins lösku. Ekkert alvarlega samt held ég. Já, en þetta er þriggja úrslita skák. Já, algjörlega. Jafntefli, sigur eða tap. Jafntefli myndi því að önnur skák með skiptu litum. Já. Biskup finnur 2. Ég er ekki andlega undirbúin í aðra skák, sko. Nei, við þurfum Ég var bara að fara heim, sko. Þurfum stundum held ég ef að fáum aðra skák. Hringjum við í Bjarna félagi minn. Hérna... Það veit enginn hvað ég er að tala um. Nei, nema Bjarni sé að hlusta. Ignora þetta bara. Já, hérna, flottur. Getum við tekið á C5 biskup D5, satt bara hvítandi biskupin okkar heldur góður og ætlar að leika dróningi E4. En ég leik B5 og, já, meina, ætla bara B4 svara þeim í C4 og bara laða þessa búrinu. Já. Right. En ok. Ég meina... Ég er ekki viss. Af því að svartandi biskup hvít er ekkert sérstakur það. Já, fínt búndur. En þá fá menn stundum svona... Svona, já, hvenar á að gefa biskupari, hvenar ekki og menn, eiga oft erfitt með að skilja hvenar skal gera hvort. Hvert fyrr riddarinn núna? Ég held að bara ég leik B6 þá dreipið þetta vantilega. Þá dreipið og B-dreipið. Já, og dróning E4 og bara gútun tak, sko. Já, hann fyrir A4. Ok, biskup B3 vantanlega. Og ég dreipið á C3 er ekki neitt eða hvað? Já, svo E4. Og dróning A1 er allir mát út af að C-línan er algjörlega slæsuð af hrókinum að C8 það. Þú kemur með góða púnta. Þakka. Ég held að dreipið á leikur. Jú, Símon er alveg nógu klika til að gera það, sko. Símon sér þetta alveg, sko. En, já... Hvað er Bjössi? Hann sér ekki riddarinn með C3. Ok, það er enginn á tölunni. Þetta var? Nei, já, ég held kannski að Benni Þóris væri kannski á, Stockfish. Fá, sværi stúku, hvort þetta hefði virkað. Já, hvort það hefði virkað. Já. En ok. Benni Þóris. Já, skákinn heldur áfram. Hvíturinn kom með, já, tíminn er 20 sekúndur í báðum. Hvítarlega biskupin, mér líst ágætlega á hann svona til frambúðar. Hann getur verið hættulegur í tímareikinu. Já, en núna sjáum við að biskupin F2, hann, núna, þú vilt ekki drepa á C4 með hvítarlega biskupin því að við sjáum að peðin hjá svörtum er á E5 og F4 og hvíturriðinu er veikir. Biskup C2 er undirbúningur. G3 og koma, vill hann ekki opna F-línuna. Biskup C2 já. Og hann er búin að króa út af með biskup C5. Hopp, drótt H4, biskup C5. Nei, já, ok, jú, það má. Býtu, hvað var Símon að gera? Kalli hafið, hrókur B4. Hvað er það að gera? Hóttar hrókur B4, neða, gerir það samt eitthvað. Býtu. Dróning H7 og... Af hverju skáka ekki bara Bjössi þarna og leik hrókur B4? Biskup B3. Hengur á þráði. Hangir, eða eitthvað. Á þræði? Já, menn eitthvað, whatever. Biskup C5, herru, Bjössi að taka það. Let's go! Let's go! Queen C4. Getur hann klúrað sem svo aðan? Já, hann getur það. Biskup C3 bara gæðu þetta, maður. Gæðu kallinn. Kongu C2, nei, wow. D4. Já, gefur hrókin frekar. Ekki það sé valið, en hann er miklu betri tíma. Brilliant. Brilliant. My gambit, my legacy. My legacy. Herri, tekið hana, hróku G4, pinnatadrasl og... Herri, hróku G4, þetta er steinbúið, betri tími. Nei, Símon vinnur það. Erum við að tingsa... Símon vinnur það. Það er ekki hægt að tingsa stöðu, það bara getur ekki verið. Þá gengi hérna út. Ég meina... Leikur sér í mátökunin. Nei. Kongur D5 bara... Hann er að hlaupa í skarðið, feti G6 og það bara mát. Já. Hrókur E8 átt á móti 2. Já, eins gott fyrir bara heilsunas Bjössa að hann tók þetta, maður. Vá. Ég bara á ekki aukatekki orð, sko, hvað gerðist? Þetta bara, Hrókur F8 á mát og sleppir því. Sko. Hvað er patið? Það er ekkert pat.
og ég er að missa röllina Það er patsant fyndi í þessu. og Símon tekur svakalega ræðu. Hann gafst upp með 0,1 átt af því, hann fjall ekki tíma, hann gafst upp átt af því. Nettur. En já, þetta bara, var, ég segði bara eitthvað. Sko. Já. Þetta var ótrúlegt. Já, þetta var bara, eins og ég segi, bara einskota byssu vann. Með dramatískar einvíu sem við höfum fengið hérna á Símin Invitational og þessum mótum hjá okkur, Íslandsmótum í netskák. Fyrstu 2 einvíin í 8 mann úrslitum. Skemmtileg. Bara bráð skemmtileg. Höldum við áfram með 2 einvíi til viðbótar. Það var Jón á þér í settinu, en ég ætla ekki við sjáum einhvern veginn 3,5. Já, 3,5 nú, 8 af því. Já, 4, ég held að það var 4-3, áttum okkur því. Já, ok, herri. Lokatölum 4-3, en eins og segi, þú lýsir næst, ég ætla að tefla. Já, ég lýsa næst. Já, ég ætla að tefla. Það er bara flott. Vignir ætlar að tefla og ég ætla að vinna. Hvenær ætlar Vignir að lýsa? Menn er búin að spyrja. Hann lýsir ekki næst, af því hann er að tefla. Já, en ætlar hann ekkert að lýsa það? Það getur vel verið. En, já, hefur nokkuð að hafa þetta lengra hér í kvöld? Reyndar, menn voru að pæla hvort að ég og Bjössi Þorfinns ætlum að lýsa næst. Það getur verið mjög gaman. Já, það er að segja ef að Björn Ívar mótmælar ekki. Ef að segja að þú lýsir hér og þinn meðlýsandi mun heita Björn. Við erum eiginlega allt og fyndin. Já, segjum þetta bara gott í kvöld. Bara takk kærlega fyrir að vera með okkur. Bara 2 hörkuspennandi einvígi og við þakkum kærlega fyrir okkur í kvöld og verið sæl.